18. september 2015. Auður Blöndal heiti ég og ég sit hér í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir kumpánar. Annar mjúkur, hinn harður, en báður hressir vonandi. Ætla að byrja á þér, Feitur Junior, hvernig ert þú í dag? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei? Aldrei. Vel gert. Ég hef aldrei verið betri. Það er endur einhver ljón með þér, okkur öllum, við erum í gír í dag. Sun is shining. Já. Það, eins og ég hef oft komið inn á. Og líka í gær. Eftir veðri. Já, og í gær. Þetta búið að vera, seinustu 3 dagar eru búin að vera bestu dagar ásins. Nei, ég segi það kannski ekki alveg, en búin að hrikalega gott fyrir. Helviti góður. Já, ég komst bara í golfi í gær og ég brann í framann. 17. september, það gerist ekki oft á Íslandi. Nei, það gerist aldrei. Þannig þú aldrei verið betri. Aldrei verið betri. Hvað er gott að heyra. En, já, heitur Egill. Ég bara svo nýr. Ertu að vinna með það nafn núna, heitur Egill? Ha? Heitur Egill. Við höfum alltaf að vera að heyra það. Nei, Það ekki nýja nafnið þitt? nei. Nú, ég var búin að heyra það eftir þar. Það er ekki lagið með þig. Heitur Egill, ef að vinna með þetta? Ég er alveg til í það. En hvað segir, ertu svo nýr? Ég er bara aldrei verið betri held ég. Aldrei verið betri, það er gott að heyra. Það Við er erum í bara stuði, Já. við tókum viðskiptafundi gæri eða svona prófafund og ákveðum að henda í nýja liði. Akkurat. Fórum að tapa svo að borða og höfðum það virkilega kósí. Já, og við erum allavega að fara að henda einum af þeim í lofti í dag. eða ekki? Já, sem að er enda sá liður sem ég okkar hættastu við, en það er Fréttastofa Gils. Já. Já, bara... Hún er í dag. Ég er enda svolítið peppaði fyrir þessu. Já, Sko, þetta er bara þannig. ég sá að Logi Bergmann var eitthvað að vappið hérna, tengist hann Fréttastofunni eða? Ég veit það ekki. Já, ok, má En ekkert sko, segja. En málið er að fréttastofan er bara þannig að þú fær allt sem gerðist í vikunni sem var svo mikilvægt, það er hérna, skilur. Já, ok. Þannig að fólk þarf basically ekki að logga sér á neina fréttastofu, fréttasíðu í vikunni. Bara hlusta á blöð, fara að heyra allt sem skiptir máli. Ok, Í það er viku, sko. nóg. Það er bara hann. Hvað er eitthvað skruð í eyrun? Er það líka á ykkur? Já, það er eitthvað söð í hettunum. Þú er að Hvað redda gerist þessu, hérna? þú teknir maður. Þú er Já, ég er nú ekki tæknimaður. Við erum ekki með neittur framan okkur. Þú ert alltaf takna. Redda þessu suði núna. Við erum með sem sagt Fréttastofa Gils sem er nýtt. Aha. Ég er með myndur fyrir cash í fyrsta sinn í langan tíma. Já. Yes! Það er búið að vera á ís núna í nokkra vikur. Það er bestu fenn sem bara fengi. í góða 2-3 mánuði held ég. Já. Þannig að myndur fyrir cash er á sínum stað í dag. Pétur Jóhann er með sín atriði og þar að vera eitt nýtt þar sem hann ringir og er að gráta frá byrjun. Já, glænýr fersku kleifi frá Pétri. Já, og svo tók hann líka eitt gamlan og góðan sem að heitir Ertu að leita að einhverju, ertu búin að... Já, það er mjög skemmtilegu liður líka. Já. Sem hressandi, þannig að það eru 2 klefa frá Pétri Jóhanni, sturlaða staðreyndir á sínum stað, sofa hjá giftast drepa, hvort myndir frekar, spurningakeppni Gilstæður, ertu bæði með Fréttastofu og spurningakeppni? Já, það verður nóg að gera. Spurningakeppnin er bara fastu liður. Já, ok, ég held að Fréttastofan kem í staðinn. Það var mjög virtur liður, sko. Þannig að núna er ég með... Vil ég vita hvað ég er með þetta? Persónulega líst mér ekki dása spurning. Nei, ég er bara hálf hrættu við það alltaf. Alls ekki. Og hrikalega óþægileg síðast. Já, þetta var bara óþægilegast sem ég hef gert á ævi minni. Það var bara agalegt. Núna er King of the Douche. King of the douche. Hver er meiri douchebag? Herru, ok. Ég held að ég sé actually sigurstranglegur í fyrsta skipti. Og nú ertu douchebag. Ha? Ertu algjör douchebag? Nei, ég held, já, þú meinar. Nei, ég meinti þetta öfugt, fattar þú. Ég held að þú sért að fara að vera douchebag og ég muni sem sagt Sá sem er meiri douchebaginn vinnur, skilur. Já, ok, þá held ég að auðvitað sé að fara að taka þetta. Varstu ekki algjör búli og varst yngri? Nei, ég var engin Þú ert gamall hrottið, ekki? Alls ekki, akkur held allir ég sé gamall hrotti. Næðis. Þeir tala allir það, Tóri DNA og Bento þeir. Hvernig þá? Það voru læti mér, jú, en ég var ekki hrotti. Ég var ekki villingur. Engin. Það kemur ljósa eftir. Já, það kemur. Það er bara King of the Douche. King of the douche. Það er á sínum stað, svo kemur Barði Bangan kemur hérna og spjallaði okkur eftir. Já. Þannig að það Mikill er meistari. hellingur að vera. Mönið þið eftir, strákar, útvarstættinum hans sem hétt Ólafur. Já, ég gleymi það. Það var geggjað. Það var æðislega. Einn minn uppáhalds útvarpsþáttur ever. Já. Það var hrikalega hress. Já, mjög góð. Við hérna ræðum hann eftir, svo er líka við þurfum að ræða eitt og það er Tinder. Já. Drengirnir opnuðu Tinder-reikning í gær og það er bara, svo veitur það ég fer yfir þetta eftir. Þú ert allavega, það sem fólk þarf að vita er Auðun Blöndal mættur á Tinder. Já, ég veit allavega, það var ekki ég sem var á Tinder-reiknum í Út gær. af því og 2 góða vini sem hugsa um þig. Það sem við verðum að gera, og þessi stelpa heitir Halla, ég er búinn að senda inn á það sem að þú varst að skrifa í gær á Tinder. Ég leiði ykkur að vera með reikningin í 2 tíma á þess að ég mætti skoða. Við erum að reyna Næstu viðbjóð sem ég sé. Við erum að reyna að gera Næstu það viðbjóð sem ég sé. greiða. Við vorum að reyna að gera það greiða. Nei, þetta kalla ég ekki að gera neinu greiða. Þeir voru bara að reyna að sverta og herru, fyrir utan svo fattaði þegar ég var að fara að sofa
þá nájaðast ég allir upp. Hún getur bara tekið screenshot að þessu og heldur bara ég hef verið að tala svona. Þú kemur bara vel út af Nei, það gerði ég ekki, þetta var ógeðslegt. Þetta myndi mig á first date viðbjóðin. Við fórum vel yfir hverja einustu línu sem við postum að þinn. Hræðilegt. Við förum yfir það hérna líka á eftir og svo verður nú að henda í shoutout á besta vin okkar Sveppi Krull er að hlusta í Santa Barbara. Hann var að senda Snapchat og eins og hann sagði í Santa Barbara í LA þá er FM 95 blöð morgunþáttur. Er hann núna bara 30. hita með bjór? Já, reynda helt á latti, hann er heima með börnin. Þú veit það er gott að vera með Sveppa akkurat núna hérna í stúdíu. Þetta purra honum bumbra. Sveppi Krull, við söknum. Eiginlega mér upp á svittur okkur. Það er bara vá, þetta er svona Er þetta hrós? Er hrós og þegar þú ert upp alls fytulungur? Sem meðlemur í fytubólugenginu þá er þetta hrós. Ok. My own Robin, hún hefur komið til Íslands. Já. Það er átt að fara að sjá hana maður. Mér finnst hún góð, mér finnst þetta geggjalag sko. Já, ég dæmið ekki neitt. Ég er að fan. Nei, ég ætla búin að dæmi það ekki. En þeir eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það styttist í myndunni fyrir Cash í fyrsta sinn í langan tíma. En það er hins vegar komið að slúðri hér, drengir. Já, og ég er með ágætis pakka fyrir ykkur. Ok. Og ég ætla að byrja á þínu manni, Justin Bieber. Já. Það er svolítið þinn maður, eða ekki? Jú, mikill, já, ég er mikill Justin Bieber maður. En þú fer samt ekki svo langt að segja að þú setja Belieber, eða? Jó, ég er Belieber. Alltaf, jú, alltaf. Það er ekki samt svona, hérna, crazy fans? Jú, ég er crazy fan. Nú, hvernig á hann ammali til dæmis? 12. nóvember. Nei, hann er ekki ammali 12. nóvember. En ég er allavega mikill aðdáandi. Já, þú ert svona hálfu Belieber. Já. Hann er stattur í Amsterdam núna og er sem sagt á tónleikaferðalagi og er að fara að tróða upp þar og það náðust myndir á honum inn á a coffee shop og þá er ég ekki að tala um á kaffihúsi, hann var ekki á Starbucks, heldur það sem er verið að selja jónur og var hann að puffa eina feita? Já, hann er Ég fór til Amsterdam og ég fekk mér ekki hass. Nei, þú ert með allt niður. Það er ekki fyrir ekki að sérsta þetta. Já, svona ég veit það ekki. Já, ég meina. Þetta er löglegt þar en það þýðir samt ekki að þú þurfa að vera þar bólu friðin, sko. Það þarf ekki að liggja alveg, sko. Það þarf ekki að fá hvítuna. Ég sá þessi kaffehús út alltaf, svona lítið kaffehús og myndi af þessari plöntu þarna í glugganum. Ég held að þú myndi kannski fá space cake eða eitthvað. Já, ég skeit. Ótrúlegt. En já, það náðust myndir á honum. Hann er ekki heilbrigður og ekki með heilbrigðan lífstíl og Egill Einarsson því að hann var hérna inn á coffee shop og það sem hann keipti sér jónuna sem hann keipti heita Trainwreck. Ok. Persónulega myndi ég ekki þóra að kaupa með jónu sem heiti Trainwreck. Já, ok. Hún er straujaði niður. Já, það er auðvitað bara til að reyna, veist, hvað, þetta er lestaslis. Myndur einhvern mann drekka að reykja eitthvað sem heitir lestaslis? Þetta er samt forvitinlegt, sko. Nei, bara feskus. Nafnið. Myndi sleppa þessu. Og svo fekk hann sér líka a lemon skunk. Já. A lemon skunk? Já, þetta var það sem hann keipti af matselinum. Ok. Og, en það náðist ekki myndir á hann að vera að reykja, bara að vera að vesla. Þannig að hann er komin á dæluna? Nei, hann er hérna í Amsterdam, það ekki, þetta er svona pínu when in Rome, held ég. Já, það gras er algengara í háskólum í Bandaríkjunum heldur en áfengi. Já, einmitt. Þeir líti ekkert svona alvarlega á þetta. Það er með þess að vera löglega öll Bandaríkjunum. Ég held að menn sé allavega ekki að deyja úr stressi yfir það að Justin Bieber hafi verið að kaupa sér jónu. Nei, menn hann er líka orðin 21 á sig ekki. Hann er ekki lengur 16 ára að syngja baby, baby, baby. Hvað er hann gamall samt? Hann er 20 heldur, 21. Hann er 20, rúmlega 20. Já, 21 ás. En samt ungur, sko. Já, bara pjattur. Já. Polly. Það er 94. Já, 94 áragerð. Svo er ég með, þetta hérna finnst mér áhugaverð rétt. Ég verð bara við ekki hérna. Bruce Jenner heitir ekki lengur Bruce Jenner. Hvað heitir hann í dag? Vitið það? Hann heitir ekki bara, Jenna... Nei, hann heitir Caitlyn Jenner og er konan. Þetta er Kardashian pappin. Já, einmitt, já. Og sko, málið er að Bruce Jenner var mikill íþróttamæður, hefur unnið gullverðlaun á Ólympíuleikunum. Býttu í hvað íþrótt? Hlaupum. Gullverðlaun á Ólympíuleikunum? Þetta er athlete. Hann varð frægur fyrir það að vera íþróttamæður, sko. Er þetta langhlaupar eða? Einhver hlaupar allavega. Já, heyrðu, Egill komið með mynd á hann hérna. Þykkt hár. Já, og sko, hann er mikill íþróttamæður og mikill golfari. Og hefur alltaf verið. Og svo núna er hann náttúrulega ekki, hann er ekki karlmaður lengur, hann er hann kona og heitir Caitlyn Jenner. Og það var verið að bjóða honum í svona celebrity golfmót. Já. Og núna erum við að veltaði fyrir sér á hann að slá á rauðum tegið að gulum. Því hann er með mjög lága form og er, sko, virkilega góður í golfi. Já. Og þetta finnst mér bara svolítið áhugaverð umræða. Eins og hann er orðin kona. Rauðu tegarnir eru þá konutegar? Já, það er fyrir konur. Já, og hvítu tegarnir eru fyrir kallmenn? Nei, gulir eru fyrir kallmenn. Hvað eru hvítir? Hvítir eru fyrir meistara. Meistara, já. Þetta er mjög forðinett. Hann var kallmaður og hefði slegið á gulum.
Já. Nú hann kona. Og hann núna sko, það stendur hérna í fréttinni að eins og staðan í dag þegar hann spila golf með vinnum sínum þá hann að slá af gulundtegum. Já. En þarf hann ekki að fara alla leið? Vist hann kona og... Já, bara það sem ég hugsa, á hann ekki að fara bara eftir. En ég meina konur hljóta mega slá gulundtegum ekki? En svo annað, mætti hann keppa til dæmis? Ekki, já sko, hvernig golf? Ég þekki þetta ekki, golf kallar og konur eða? Já. Já, það ekki saman, bara golvari. Nei. Mér finnst í fyrsta lagi bara eigi að vera þannig, held ég. Eða ekki? Allir á sama tíma bara. Já, ég ætti kannski út af styrk, þú veist, handstyrk, tengist það golfið eða? Já, ég með ekki áslæði langt og svona. Já, ok. Hárið á honum ekta? Já. Það þannig? Og ég var að gefa hann það, looking fine. Hann með sítt svart hár. Er þetta falleg kona? Já. Hann allavega veit ekki hvort hann að slá á gulum eða rauðum teik og það var svona slúðrið og við skulum bara láta þar við sitja. Hér eftir smá stund myndur fyrir cash og þið getur þetta að fylgjast með Snapchatinu þar því að drengir, ég bara að koma ykkur á óvart í myndur fyrir cash. Ok, ætla að opna fyrir Snapchati? Já, ég getur þetta að taka mynd af Snapchatinu eftir. Illa við svona... Því að, orðin á þannig að ég með cash á mér og það getur verið einn þraut í stúdíónu. Wow. Þannig að kæra hlustendur, ekki missa því. Heimasíða FM 957 og skráðu þig þar sem getur átt möguleika á að vinna þér hádegisverð á Brooklyn Bar fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hádegisverðaveislu. FM 957 í samstarfi við Brooklyn Bar, Austurstræti 3. Nóa lakrís og Sirius súkkulaði umlukið kraftmiklu lakrísdufti sem leikur við bragðlaukana. Nóa lakrís, rétta bragðið. Doritos kynnir. This entire facility is designed to keep you safe. Völundarhúsið var aðeins upphafið. These people are not who they say they are. Sjáðu hvað gerist næst. The kids about to last one day out in the scorch. Come on! Maze Runner The Scorch Trials. Komin í bíó. Nýtt hljóðkerfi, nýjir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á enska barnum við Austurvöll. Fullbúð af nýjum vörum. Körfi. Fákafinni 9 fyrir Körfi skvísur. Við erum með reykofn á staðnum, reykt rif og grísanhakkar. Já, þetta reykir sig ekki sjálft. Roadhouse, láttu það eftir þér. Viltu alvöru fæðubótarefni? Trekk og Olymp fást hjá okkur. Vaxtarvöru.is, Hafnarfirði. Skólakort, aðeins 5.940 á mánuði. World Class, við erum með þér alla leið. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Vistvænt, hollt og gott. Tax-free af öllum reiðhjólum til sunnudags. Hagkaup. Hefur þú smakkað besta borgaran í bænum? Brooklyn Bar, Austurstræti. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Vinnir og lífsförunautar, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudag og þeir séu glæsilega föstudagsnákar. Þá ég að meina, þetta glæsilegu föstudag. Það vor einhvern veginn bara í loftinu. Menn bara með og fössari og... Já, með nett vor í punktnum og það bullandi fössari einhvern veginn og það stemmi bara. Þú allir á yði. Það stemmi. Þú yðar allir. En það komið tími á dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi í FM 95 blöð. Yes. Búin að gefa honum góða pásu. Loksins girður þig. Og það dagskrárliðurinn myndur fyrir cash. Heyrðum við og hlustendur rétt á þann. Sagðistu vera með cash í dag? Já, sem sagt Þú heitir cash og ert með cash. Ég heiti ekki cash. Þú kallaði cash, þú kannski varst ekki skilðu það? Aldrei verið kallaði cash. Og það líka sem að kalla allir cash. Það var mest viðbjörn á Tinder í gær. Við förum yfir þá eftir. Herðu, innskott áður en byrjar. Push the button. Nei, ég var að gleyma þetta. Hörðu, auðvitað. Besti trailer af öllum. Þetta er besti trailer. Ok, sorry með þetta tekur smá tíma en svo byrjum við myndur fyrir cash en trailerin fyrir það. Would you like to have pockets full of... Það er eftir að lengri. Þessi trailer, að því að við erum búin að gefa þessu pásu. Þetta er í fyrsta skipti nokkra mánuði sem myndur fyrir cash er þetta. Ég hefði viljað heyra hana trailer í 5 mínútur. Nei, það var líka sko, það var einhver sem taldi, hann segi cash 23 sinnum í trailer. Já, það er það eðlilegt við trailer í útvarpi? Það er allavega svona 40 sinnum og sjaldan. Já, en það er komið að myndir fyrir cash og
Fyrsta spurning, drengir. Er þið tilbúinir í þetta? Já, ég var að veikina. Þegar við gefum dagsfélögum pásu, þá koma hressir. Það smá kvíði í mér, því að þú sætla að koma okkur óvart og ég hata það. Og þú ert líka í svo miklu gýra þetta að þú ert að fara að bralla eitthvað sem er púki í blöðunum. Það er púki í blöðunum. Fyrsta spurning. Myndu þið glíma við krókódíl á þess að mega fá hjálp frá einhverjum fyrir 2 milljarða? Myndur þið taka sjansinn? Wrestle an alligator. Er þetta svona lítill feitur, hægur Florida Golf krókódíl? Er þetta... Við þurfum millivegin. Þetta er ekki ástralskur krókódíl sem er tonn. Hvað ertu, læriður? Ég er áhugaður krókódíl. Er hann í eitthvað svona síki og kemur... Þú getur fengið pínu lítinn krókódíl sem er algjör auðmingi, sko. Ég er að tala meðalstóran krókódíl. Sko, er þetta ekki svoleiðis með krókódíla? Ef þú nærð að halda skoltinum. Já, sko, ef þú nærð að halda skoltinum, getur ekki bara nánast smábarn haldið skoltinum. Þeir eru svo lélegir með það, þeir ná ekki að opna. Það er reyndar horseshit. Þú er krókódíl sem er tonn, hvað það ekki hent bumbuna þér af? Já, ég veit ekki, sko, ef ég myndi ná góðu taki og halda utan munnin á honum. Ég byrjar að sjá fyrir mér Steinda Junior að glíma við krókódíl. Sko, ég sé Steve Irwin hoppa á krókódíla miljónsinnum. Þetta er ekki flókið. Já, þetta er ekkert vissin. En myndur þú taka sensina þig fyrir 2 milljarða? Náttúrulega annars, hann bara getur að þér handleggina og ef þetta klikkar. Ég myndi henda mér í þetta. Er það? Já, ég kann á þetta. Meðalstóran krókódíl. Ég myndi bara peysu þetta að setja við augun á hann þegar róast ef það er dimmt. Og allt klárt. Ég tek þess að millifarið þannig að þú ert ekki að greinast. Þú tækir sensin að fara að glíma krókódíl fyrir 2 milljarða. En ef við myndum snúsa upp á geitung. Glímaði geitung? Nei. Glímaði geitung? Það freka vilja hoppa krókódíl heldur en að slást við eitt geitar. Og kongoló líka. Þú getur ekkert slegist við geitung. Ég er enda að sammála með kongolónar. Það kemur ykkur risa stór kongoló og nokkar þannig, þá myndi ég alltaf taka krókódíl. Það er alltaf slást við geitung. Mástu þegar Mike slást við geitung með Björn Dorm, það satt á veitingastan. Ég er ekkert hræddur við kongolónar. Ég þoli ekki geitunga viðurkenna. En þú, Steindi? Sko, 2 milljarða. Sagði það ekki? Jú. Það er rosalega há tala maður. Enda eftir lífshættu. Já, þú veist, er það? Þú tilbúin að fórna lífinu. Varst ekki að tala ég myndi bara missa hönd þá, eða? Nei, ég veit ekki hvernig þessi slagsmál fara. Þú og krókódíl. Ok, ef hann er búin að ná höndin á mér og er að draga mútið eitthvað vatn, þá er þið mig bjargað, eða ekki? Nei. Sko, segð þú bara nei, Steindi, því ég get lofa þig, þú er í jetin og núleikinu. Af hverju heldur það? Þú ættir ekki breyk. Sko, ég er handsterkur. Egil segir já, en hann er að segja þér að segja nei. Sko, Egil er sneggri, hann gæti verið að leika á krókódílinn, hoppa til hliðar, hoppa... Þú er þingrið, ekki? Jú, ég er þingrið, þannig að ég og krókódílinn er svolítið svona... Ég myndi að segja að það verður kannski svolítið svona jafnari fæ. Ætlar að hendi já á þetta? Fyrir 2 milljarða, það er rosalega erfitt að segja. Ég sé nefnilega svona vídeo. Maður getur sko verið að maður toga mikið í halan á þeim og svona. Já, þú ætlar bara að taka sensin á því að þú sást það á YouTube og þú ætlar að fara að vinna bara beint í halan á hann. Ertu eitthvað rugglað? Þú veist að ég heldur sé ekki það hættulegir. Ekki? En þú veist, þeir eru ekki leið með þig. Þeir krókódílar sem ég hef séð eru sko eiginlega bara, þeir láta eins og þeir séu dánir. Þeir liggja bara í sólinni. Þar að þeir eru ekki að ráðast á neitt. Bara svona ég get alveg sýnt vídeo á YouTube að þú sér krókódíl í aksjón. Þá heldur þú að breyti strax svarinn þínu, sko. Nei, áður hún sýnir mig það, ég ætla að segja já á það. Ég ætla að henda já á þetta. Ég hef tröll að trúa mér á þetta. Það var það næsta. Myndið þið éta kíló af kattamat á hverjum degi í 6 ár fyrir 600 milljónir. Þannig þið fengið 100 milljónir ári fyrir að éta kíló á dag. Kíló á dag. Kíló? Kíló af kattamat. Akkur er kíló? Ég veit það ekki. Það veikar mikið, sko. Það dreifir sér 6 máltíðir yfir daginn, sko. Eða að segja hálf kíló eða? Hálf kíló, ok. Það er strax betra. Já, það hljóð mjög vel. Þetta er ekki bara svo kjúklingur? Hvað er ég? Nei, þetta er ekki svo kjúklingur. Ég veit það ekki. Það er ógeðslega líkt að kalla. Hvaða kjúklingar þú að éta? Ég veit það ekki. Ég er bara, þetta er ekki bara kjöt, þetta er ekki bara próteina. Ég er bara, I'll take it. Sko... Millifærið? Gilsarni, já, hvað er þetta? Ég þarf að millifæra á hann bæði fyrir að glíma á krókódíl og éta kattamat. Já. En ég minna, þú veist, eina... Sko, Steindi, þú étur skít alla daga. Akkur þú að hugsa um í 1 sekúnd. Já, sko, mála, ég er með stálmaga. Við höfum séð mataræði sem þú veit á. Ég er með stálmaga. Ég hef stundum vaknað, fengið mig Kenny. Kannski, þú veist, svona 11 leiti. Svo góðst það sem þemmi? Já, farið einhvert og svo hef ég kannski, þú veist, ángrís, kannski tekið 2 tísar á metro eða eitthvað svona af ég er á ferðinni, bara svona milli mála.
Svo fæ ég mig kannski eina meat and cheese í kvöldmatt. Ég er með stálma. Og getur það södra bjór og nýta. Já, ég er bara búin að venja máta mataræði. Ég funkar mjög illa eins og þegar við fyrir saman í matuti og þú ert að draga mig á okkar svona hotlustu staði út allan bæ. Þá fer meldingi mín í rugl. Ég hef aldrei séð mann ég verð bara þreyttur illa að fara á gló. Nei, það er ekki auðvitað. Nú er þetta orðið of mikið. Ég er bara kært eitthvað rugl. Leið og þið farið að óta mér þessum fisk og þessum viðbjóði, þá er það bara, það funkar ekki. Ég verð þreyttur og máttlaus. Ég held ég færi leikandi létt með þetta. Með kattamatinn? Ég myndi sennilega gera þetta fyrir auka bara 100 áskalla mánuði, sko. Það var gaman að skuli segja það, því að nú spyr ég, myndi ég geta eina dollu af kattamat fyrir 80.000 krónur? Eina dollu? 80.000 króna inneign í Keiluhöllinni. Það er náttúrulega ekki 80.000 krónur. Já, þú getur fengið bjór, pítsur, að geggjaði matur þar, þú getur farið í Keilu þú vilt, bóði kæru og það er teknikli ekki kæðsand, það er inneign. Já. Af því að það er í bóði núna. Hérna með það sem ég ætla að koma ykkur óvart með og nú þarf ég að opna snappið, því að ef annar ykkar, við þurfum að smaka þetta, hérna er ég með kattamat Viskas, og við erum í myndinu fyrir cash. Þetta er reynda þegar þú segir, þá lítur þetta nú bara út eins og kjúklingur. Það sem segir þér þetta. Já, prófa að opna þetta og þefa þessu. Þið fáið, ef annar eitthvað getur dolluna, þá fáið heila dollu. Þetta er risastór dolla svo með það. Hvað er þetta þungt? Þetta er 400 grömm. Já, 400 grömm? Ok, halva dollu og fær 80.000. Steindi, það er verið að gera, sko. Ég get reynda. Ég þarf svolítið að... Nei, ég meina, þið þurfið ekki, ég er að bjóða ykkur 80.000 fyrir að geta halva dollar kaffi. Ég skal geta halva dollar. Takk þú eitt fyrir liðið og við splittum þessu. Ok, byrju, gerum eitt þetta bara. Ég ætla ekki að taka þetta á mig. Við splittum þessu. Þú varst að segja rétt ára að taka þetta á þig. Tökum þetta bara saman. Halv dollar á móti halvi. Ég ætla að koma hérna yfir með síman. Eftir að æla. Ég ætla að taka þetta upp á Snapchati. Ég er að koma með þetta bíðum. Er ekki lagi með þið? Kattamat hérna. Ói, barast. Hvað er þetta með gaffal? Maður sjá þetta. Ég er samt ekki viss. Ég gæti þurft að bakka út. Ói. Ég ætla að lyktin verði algjör viðbjöð að leiði opna. Og hérna er gaffal. Nei. Þetta sjá þetta. Þetta er svo maturinn að Steinda. Já, Steindi, þetta er ekki svo maturinn sem ég er að borða. Hvað er þetta? Finnum við lyktina? Þið verðið allavega að smakka þetta. Þetta er líka svo ég er að setja inn á Snapchat okkar núna FM 95 Blue. Ói, ég finn lyktir að hinga. Já, reynda. Ói, þú var þetta. Sko, ég ángrín, sko, ég æli og ég verð veikur og ég geti klára þátt að það gerist. Þetta er líka svo blöytt. Hvað er þetta? Stendur, hvað það er það? Þú byrjar allavega, þú var að smakka þetta. Steindi, þú hefur getið verið skýta. Maður spyrja ykkur bara einu, áður við förum í þetta. Af hverju, hvað vög verður þetta? Af hverju svona randi blöytt? Hvað er þetta brúna? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, maður. Ég ekki þetta bara. Þetta er hálfdolla. Þú ert með stálmaga. Hentuður í þetta. Orðan þannig, ef þú tekur eitt gaffal að þessu, þá farið 20.000 í Keiluhöllinni. Nei, ég langar ekki dýna 20.000 í Keiluhöllinni. Við bara... Tilbúin? Nei, býttu maður. Settu bara vel upp. Takk þú á sama tíma. Takk vel á gaffalinn. Takk þú á sama tíma. Nei, byrja þú. Við sjá hvernig svipurna það verður. Segðu við erum á 1 á play. Ok, 1 á play. Steindi er að fá að smaka þetta. Upp í því. Sett þetta upp í því. Nokkur. Ói, hvað það var það? Ói, hvað það var maður? Miklu verið að svona. Hvað er þetta? Hvað er í þetta? Ætlar að smaka þetta? Einn smakar. Ég er spáð að passa. Ég var til að passa. Settu að smaka hérna. Takk eitt verið liðið. Takk eitt bara. Sástu svipin á hólf þegar hann setti upp í sig. Líka bara því ég vissi hvað það væri. Það er svo mikil auðviki líka Steindi. Nei, þetta er bara ef hann gæti ekki borða þetta. Já, hann er svo mikil ræðvill. Prófa þetta. Sýndu okkur hvort kallar einn harður. Segðu þér í 1 á play. Nei, íttu bara núna, þá verður hann bara að taka þetta. Til 1, 2 og smaka þetta. Þetta er ógeðslegt maður. Herru, ég hljópa alltaf ekki út. Ég hljópa ekki út. Ói, bara stafna. Ói, hann er eftir að æla.
Þvílík viðbrögð. Þetta var myndur fyrir Kjæs og það er gaman að segja frá því að þessi sömu drengir sögðu hérna fyrir stuttu síðan að þeir myndu éta hálft kíló á dag fyrir 600 milljónir. Þeir gátt ekki éti 1 gaffal. En til að hugga þig, af því þið líður illa núna, þetta er bíberiðin. Justin Bieber hér. Þeir að hlusta mjög blöða drengir mér að jafna sig á kattamannum. Ég ætla ekki að hljóma eins og bara einhver algjör gikkur eða eitthvað. En þetta var ógæðislegt maður. Þú veist, leið og fóst með gaffalinn og þú veist, þú fannst lyktina og svona. Þetta er ekki hægt. Já, mjög gaman að þið ætluðu samt að éta hálft kíló á dag. Þetta sýnir hvað þið eru full kokkir í myndunni fyrir Kjæs. Hvernig kettir láta bjóða sér þetta, sko. En ég ætla að lofa þér einu blöð. Það er ekki lofa þér hérna. Þú ferð ekki. Þið getið séð þetta inn á FM 95 blöð, snappin okkar. Lofa þér því. Þú ferð ekki út úr þessu stúdíu fyrir þú ert búin að prófa þetta. Þú verður að prófa. Ég er ekki að fara að smaka. Það er nákvæmlega svo þú verður að gera, sko. Þú verður að prófa. Í lokþáttar verður að taka 1 bita. 1. Bara smakka. Þú verður að smakka hvað þetta er vont. Skoðum það. Hér strax eftir auglýsingar Pétur Jóhann og fyrsti klifi dagsins Jóhann, ekki með son. Frábær tilboð á eldbökuðum bökum á íslensku flatbökuri. Nánar á flatbakan.is. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Hlöftu lengra. Bauerfeind, stuðningslífar og sokkar. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Wow, Boli og Doritos kynna Reykjavík Comedy Festival 2015 frá 23. október í Hörpu, Háskólabíói og Þjóðleikhúskjallara. 3 staðir, 4 dagar, 7 sýningar, 30 grínistar. Ekki missa grínveislu aldarinnar. Miðasala er hafin á tix.is. Sem Björgvin Halldórsson vill að þú prófir Stórabó næstur og kemur á fabrikuna. Honum finnst Mortensen fá allt og mikla athygli. Stóri Bó er heiðursborgari vikunar á fabrikunni og fæst með 500 krónu afslætti þessa vikuna. Fabrikan. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir óðalsetur í Suður Frakklandi í toppstandi og stutt í alla þjónustu. Eurojackpot, föstu dagur til 4. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. September tilbúin í 10.11 eru klár í skólan. Góu Flórida á 99 krónur. KitKat Chunky á 99 krónur. Snúður á 199 krónur. Og bragðgóður frískandi svali á litlar 69 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Enski barinn er staðurinn fyrir þá sem setja kröfur og hljóð og myndgæði þegar enski boltinn er annars vegar. Komdu og pröfaðu. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sem er 55-12345. Farðu á 365.is og tryggðu þér áskrift að vandaðri vetradagskrá og fjarskipti á fáránlega góðu verði. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þið er að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Það er Auðun Blöndal sem situr þetta með ykkur og Steindi Junior eins og í allan dag. En það er svo skemmtilega til að Pétur Jóhann Sigfússon er mættur hérna í stúdíu líka. Woohoo! Man, Peter Joe hér. Hvernig hefur það, Peter Joe? Hvað, ég menna, er eitthvað annað hægt en að vera góður? Er ekki fössar eða? Er ekki bullandi fössar? Er ekki hægt fössar í þér? Er ekki fössar í ykkur? Það er fössar í mér. Það var annað hægt. Þú ert að vinna svolítið með fössar í súlingarnir. Þú ert að vinna svolítið með fössar. Er úlingarnir með það? Þeir stáluðu saman. Já, úlingarnir byrja að vinna með þetta eftir að Pétur byrja að vinna. Já, það er bullandi fössar í gangi. Bullandi fössar. Og þú varst að spæja að rifja upp eitt gamlan og góðan lið, þegar? Já, þú veist, ég nenni ekki að vera að finna upp hjólið í þessu. Nei. Þetta er bara spurning, við erum alltaf með sama hjólið. Bara spurning að mála í öðru lit. Ok, og hvað er sko, þessi dagskrárliður, hann er líka sko, þú kemst bara upp með svona á föstudum. Það er svo mikill fössari sko. Já. Og hvað, þetta er eitt sem við lékum okkur ofta að gera þegar við vorum í Strákunum, Pétur, nema þá vorum við ekkert að taka upp. Nei, þetta er í rauninni, þetta er svona útgáfa af því. Já. Og það sem þú voru að gera fyrir mig er að fara í smá auglýsingar eða bændablaðið eitthvað og finna bara einhverja auglýsingur sem byrjar á er að leita að. Já. Það er alveg sama hvað er að leita að barnarúmi, er að leita að Volvo, er að leita að steypurherri. Það breytir engum máli hvað það er. Ég get lofa einhver því að það er einhverju hlustendur byrjar að kveikja perum. Ok, ég að finna einhvern sem er að leita að einhverju. Og leave the rest to me. Ok. Hérna er einhver að leita hjólpurum. Já, það er perfekt. Hjólpurum? Það er fullkomi. Það er ekki skrið. Já, hringdu. Hver að leita hjólpurum? Fá þess að manneskja á línuna strax. Halló? Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Góða kvöldið, ég rak augun í auglýsingu hér í bændablaðinu. Getur verið að þú sett að leita að hjólburum? Já, passar. Þú ert að leita að því, já? Já. Þú ert ekki prófað að leita upp í raskatinn á þér? Fyrir ekki. Þú ert ekki prófað að leita upp í raskatinn á þér? Ég ætti kannski að pröfa að opna hauskúpuna þér og tjekka hvað í haustum maður. Er ekki alltaf í lagi með kála á þér eða? Já, það finnur tvennum sögum á því. Þetta er nú bara ábending, sko, vinsanlega ábending, sko. Ég ætla bara aðtöku hvort þú væri búin að prófa að leita upp í raskatinn á þér. Já, finnst þér þetta fyndið eða? Já, það er allur gangur á því líka. Já. Ég hef nú bara aldrei lent í öðru eins. Mér finnst það mjög fyndið, já. Svona, fyrst þú spyrð, sko. Já, það fyndið, sko. Það ætti kannski að tjekka haustum á þér. Nei, ég meina, það ætti að vera nóg plásið, ég segi svona. Ég veist að anskota stónaskapur er þetta eiginlega. Ertu með hjálpur eða ekki? Nei, ég er ekki með neina hjálpur, sko. Mér varst bara að fyndið að það hvort þú væri með, geti verið, hvort þú ættir eftir að leita upp í raskandinn á þér. Já, ég veit ekki, mér þetta er alveg afskoti fyrir húmor, verði ég að segja. Já, ég er ekki nú alveg kvittað undir það, sko. Þetta er fyrirlegur húmor, en samt að svona laumur fyndið, sko. Já, mjög gott. Svona viljum við bara. Ég svitna. Hvað, akkur? Þetta er þóðægilegt. Nei. Hún var brjálæð. Ég var ánægð með hana. Ég var ánægð með hana. En Auðun Blöndal, dagskráin virkar þannig. Þegar ég er búin að segja að þú er búin að leita upp í raskatur, þá er þetta að leggja á. Þú ert ekki að leggja á. Á ég ekki bara að opna þér hauskúpuna og leita þar. Opnaður hauskúpuna. Hvað, er ekki lægi með kálaður? Lægi með kálaður er best að líra sig heilt. Þvílíkur frasi, maður. Þvílíkur frasi. Þarna ferði alveg bóndakonu. Hún er ekkert messing around. Nei. Það er kannski leiti káluna þér. Já. Bara leita kálaður. Hún tók þig, Pétur. Þetta var mjög gott. Lifrakæfa með þína. Þetta var æðislega. Lifrakæfa með þína. Þetta var hefur prófað að leita upp í raskatuna þér. Já, gerðu svo vel. Svolítið rólegt en ágætt. En það er eins og komið að virtasta dagskvalið FM 95 Blö. Og það eru sturlaða staðreyndir, tilbúinir það, drengir? Já. Svona hengi. Svo hér eftir smástund er spurningakefni Gilsa, nýr dagskvalið sem heitir Fréttastofa Egils. Við erum líka með Sofa hjá giftast drepa. Kortmyndur frekar. Við erum ekki annað klefa með Pétri. Það er nú ekki að sparði á leiðinni. Það er alltaf að gerast hérna. En við ætlum að fara núna í sturlaða staðreyndir. Og fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Já. Leonardo DiCaprio fekk $25 milljónir fyrir að leika í The Wolf of Wall Street, en Jonah Hill fekk $60,000. Þau voru báði tilnefndir til Óskarsverðlauna, held ég. Af hverju fekk hann svo lítið? Af því að Leonardo DiCaprio var boðið hlutverki, en Jonah Hill barðist fyrir að fá að leika hinn gaurinn og bara sótt og var á bara venjulegum taxta. En ekki gleyma því að $60,000 er alveg 7 milljónir, sko. Íslenskar. Hvað segirðu? Það er klínt fyrir Jonah. Hann fekk alveg 7 milljónir íslenska króna fyrir að leika. 7 milljónir íslenska króna? Já. Ertu ekki að grínast? $60,000. Það er mjög, þú veist, auðvitað er mikill peningur, skilur, ég er ekki að gera lítið úr því, en með Jonah Hill og Hollywood þá er það bara ekki neitt. Já, sér það að DiCaprio fekk 25 milljónir, sko. Já. Svo er það næsta, og Vladimir Putin er með svartabelti í judo. Já, ég held að hann gæti bara flesta, sko. Það er bara gauður sem ég myndi ekkert vera að fokka mikið í og afsækja orðbræði. Egil, heldur að þú geti tekið hann í one-on-one? Ekki séns. Ekki hann með svartabelti í judo. Nei, við myndum að róta kannski bara, byrja á því. Hvernig ætlar að róta hann, þú ert að komast að hann? Bara hægri krókur, það er flókið það. Ég sko, fyrir utan það, hann er ekki bara með svartabelti í judo, hann er góði vinnur Steven Seagal og svona, hann er alveg grjótharður. Það lætur mig setja spá spurningaverki á hetjuna þína, Steven Seagal. Af hverju eru þeir að hanga saman? Þessum vibba. Hvað eiga þeir sameiginlegt? Ég veit það ekki. Bardagamenn báður, heyrðist mér. Þú fór á tónleika með Steven Seagal eða ekki? Jó, ég fór á tónleika, það var uppselt í Puppet-húsið í Kaupen. Hvað voru margir þar inni? 200-300 manns? Nei, svona svo NASA, 700 manns uppselt. Það var geggja. Hann var bara með lög frá Disney-sínum Songs from the Crystal Cave. Og hann kallaði sig Mojo Priest þegar hann er tónlistamæður. Það er reyndar alveg grjótart að vera Mojo Priest. Mojo Priest er reyndar eitt flottasta tónlistarnafn sem ég hef heyrt. Vitið þið hvað lagi hann endaði á? Nei. Wild Thing. Hann á það ekki og það er ekki Nei, það var eina coverlægi hans. Það er mjög skrítið enda á því. Náttúrulega Putin með svartabelti í judo. Svo kemur einu staðarinn sem að mér finnst alveg afskaplega skemmtilega og fyndin, hló allavega þegar ég las þetta. Kim Jong-un á besta golfring allra tíma og hann er með 7.
Hann er með 7 Býttu, er það skráð þannig að hann Nei, hann fær það ekki skráð Nei, þú veist það sjálfsög ekki Hvað fór hann þá? Það voru þessi 7 hólur í hoggi og eitthvað svona kæft það sko Hann vil meina bara hann hafi góla betur en Tiger Woods Hann er svona góður í gólukalli Já, allavega, með 7 vitni hérna sem að voru með honum Ekki fara þeir að ljúga Og þetta var vist besti gólfsningur allar tíma Já, heldur hann segur Já, trúi honum Já Akkur fann að ljúga þessu Ég meina, hvað græðir hann á því? Það er ekki neitt Svo er það næsta Telefónóbía er hræðsla við að ringja og svara í síma Og ég verð að viðkynna, ef ég er mjög þunnur og lítill í mér þá er ég með telefónóbíu Já Það er bara hannig, þá er ég bara mjög lítill ef að sími ringir Sko, ef maður er mjög lítill í sér Alveg arfa lítill Mánudagur eftir þjóðhátíð Þá ertu sko Þá dauðbræðum við allt sko. Það má engar Þá eru svona snöggar hreyfingar bannaðar á heimilinu mínu Já, og líka bara síminn Það má enginn koma óvænt Það má enginn banka bara hjá mér Það má enginn banka Ég þóli líka ekki þegar ef maður til dæmis dettur óvart í eitthvað skrall á virkundegi eða sunnudegi eða eitthvað svona sem maður hefur nú komið fyrir Það gerist nú ekki oft Það gerist nú ekki oft en hefur komið fyrir Þá fer það rosalega töðan mér ef það ringt í mig til dæmis á segjum að maður tók sunnudag óvart og það ringdi á mánudegi og klukkan er 10:30 og þú ert að vakna og ert ógeðsluð bara líður illa þá tek ég alltaf svona stend upp og hristi mig alltaf og halló, hvað segirðu? Þannig ég er svona leik með hressan Ég gerði það alltaf En ég er hættu því Ég er farin að segja bara Ég er farin að hreinsa andrúmsloftið og bara taka á mig fílinn í herbygginu Ég svara bara halló Hvað, var ég að vekja þig? Já, ég bara var svoandi Ég sef stundum klukkan 1:30 That's me sko Svo er það næsta Þú losar stresshormón með því að gráta Þess vegna líður þið betur eftir gráturinn Já, hvenær grétu þið síðast? Ég bara man ekki hvenær ég grét síðast Það er áðans að hljóma eins og okkur töfka Nei, ég var grjótharður Það er ekki smá harður, ég getur hvað sem er og sefur til 3 og grætur ekki Það grænja síðast eins ás Ég sef ekki til 3 alltaf Ég lót stresshormón með að stunda bodybuilding Það sé ég geri Er langt sen að þú fórst að gráta eil? Já, Ég get ekki sett dagsetning Maður er alveg grátinn okkur sinnum Já, auðvitað Það var ég að tala sem fullorðið maður sko Varstu það að horfa okkur svona emotional YouTube-vídeó? Já sko, talandi aftur þingu Ef ég lítið líf með, þá má ég til dæmis ef ég horfi bara á X-Factor Þá fer ég að gráta Það var bara, hann er að fá svo fallegt breyk hann að gaurinn og ég var alltaf meir sko. Ég var rosalega lítill í mér í daginn Þvílíkt lítill í mér Og það var hérna sunnudagskvöld heima Það er svona hellar inn í því? Ég sko það bara það endaði þannig að við okkur var bóðið bara okkur var bóðið mér og konunni bara í veislu og það bara svona nei, ekkert bara svona eðlilega en vaknaði ekstra lítill og Benjamin Dúa var í sjónvarpinu á RÚV og þá þurfti ég að berjast við sjálf mig Gráta ekki? Já En það er gott að gráta Þegar strákurinn deyr Láttu það bara vaða Akkur ekki losa smá stresshormón og gráta? Já sko Já það er góð punktur Ættu allir að gráta núna? Ég get ekki Ættu allir að byrja að gráta? Ég get ekki grátið on point Þú myndir hugsa eitthvað rosalega sorglegt Já, kannski Eða drekka núna kannski bara lítur af vodka eða eitthvað og svo bara svona eftir 5 tíma það rennur að þér og getur grátið Það er næsta Drew Barrymore var byrjuð að drekka 8 ára og reykja gras 10 ára Já Barnastjarnan Og hún er líka svo yngsta í sögunni til þess að hósta Saturday Night Live og þá var hún 7 ára þannig að hún byrjaði að drekka ára eftir hún var að hósta Saturday Night Live og þá byrjaði hún að detta í það stefna Byrjaði að hella í sig 8 ára Já, en lifir heilbrigðum og góðum lífstíl í dag þannig að hún reif sig úr þessu rugli Já En hvernig 8 ára krakki á fyllir í? Hvernig getur það verið? Hvar fær hún áfengi? Það er bara landi Það verður einhverju veslað fyrir hann Þetta lítur að vera landi í Tom og Jenna Safa sko Þetta klassíski Er ennþá seldur Tom og Jenna Safa? Nei, þetta hefur bara verið gamla góða bara sínar góða landi eða Tom og Jenni og bara hún all in sko En hvað fær hún gras 10 ára? Sko 10 ára, hvar býð ég þá? Það býð ég Svíþjóð Ég vissi ekki eins og hvað gras eða hass var Nei, heimitt Þannig, þetta er Hvað þá byrjar að reik? Þú varst náttúrulega sko, þú varst í Svíþjóð Þú varst í rauninni hálsbreytt frá því að lenda á dælunni sko Nei, við flökkuðum mikið á millir á krakki sko Bandaríkin, Svíþjóð og fleiri stæm Svo er það næsta Minkar sofa stundur svo fast að þeir vakna ekki þó að þú takið þá upp eða stýr á þá Já Það er fastu svefn í gangi Já Það er mjög skrítið Sofið þið fast? Já Ég sef að mér allt sko Bara ég vakna ekki Nei, ég sé frekar laust held ég En ég fer ekki í rem svefn Er ekki í rem? Nei
Ég fer ekki út á hrótan. Ég með kæfisvefn og minnst svo mikla hrótur að ég fer aldrei í rem. Ég vakna alltaf þreyttari en ég var áður en fór að Ertu alltaf bara Ógeðslega hrótugurinn ég þarf að fara og láta taka hálskirtla og nefkirtla. Þú eru hjólar ekki það? Þá myndi ég vera eitthvað súpersteindi sko. Þá myndi ég bara fá bara alveg svefn í fyrsta skipti bara í 10 ár. Ég myndi bara sofa eins og allir hinn. Samkvæmt könnun fá aðeins 18% krakka og unglinga að nota rafvörur við matarborðið og þá verður að tala eins og iPad og iPhone og annað. Hvað sagði prosentu hvað? 18%. Já. Fá að vera með matarborðið heima á sér. Dóttir mín ein af þeim. Já, hvað krakki einhver með iPhone eins og það? Nei, hún ekki með iPhone og svona. Þegar að, nú ætlum ég bara, ég hljóma örugglega ekki eins og parent of the year núna. Ég held að sé enginn að fara að hengja það að hvort þið er. Hvað er þetta? Hvað meinar þú? Hann sagði þetta ekki. Ég er æðislegu pabbi. Já, ég er mjög skemmtilegu pabbi. Og góður pabbi, en þú ert ekkert pabbi ásins. Sko, það er stundum þannig, ef það er sko Fyllibita. Ef hún hvað er þetta maður? Það er ekki bara að sleppa ég að segja þetta. Kláraði. Eins og til dæmis dóttir mig á lasinudaginn. Hún var að byrja á dagmömmu og er búin að vera núna í 2-3 vikur og hún er búin að fá svona 3 pestir síðan. Hún er búin að fá alla pestir bara í heiminum á svona 3 vikur. Viltu ekki fara að skoða aðeins heimilið hjá dagmömmunni þá? Nei, þetta gerist bara þegar krakkar farið til dagmömmu og hitt og leikskóla og svona, þú veist. Já, þetta er eðlilegt. En kemur heim og er bara lasin 2-3 daga. Góði 2-3 daga, afturlasin 2-3 daga. Þetta er bara svona, þetta er búið að vera þannig. Er það líka þannig á þér eiginlega? Nei, hún er ekki ennþá vext. En það kemur. Það vonum ekki. En allavega. Þá, sko, þegar hún er mjög lasin við hita og svona og erfitt að gefa henni að borða og tekur ekki vel við, þá hef ég viðurkenni að sett iPad á eldhúsborðið og sett teiknum þetta á og þá gengur það betur. Ok. Þannig að það hjálpa að aðstoða. Í veikindunum. Síðasta stuttlagastarinn dagsins. Ég sé eftir að hafa sagt þetta. Jesus Ween er hinn kristna Halloween í Bandaríkjónum. Þar fara krakkar og banka og það er Új, breytast þetta ykkur að votta í hófa hana. Jesus Ween. Banka upp og gera hvað. Það er ekki Halloween, þetta er Jesus Ween. Új, barast. Nei, hvað rólegur. Það er bara bænir og svona. Þá er ekki namnið hlungurinn. Þetta voru stuttlagastarinn. Banka upp að hjá okkur. Byttu, ertu hann að peppa það? Banka upp að hjá okkur. Hefði, maður ekki fara með nokkra bænir þetta? Új, barast. Banka upp á mér og spyrja mig ég myndi skella. Sparkorum í burt og skella. Ég er þetta smá stund sofa hjá, giftast, drepa og spurningakefni Gilsófleira. Komdu í mat í IKEA. Vinsæli lambaskankin er komin á matsiðil septembermánaðar. Eins og áður er hann á frábæru verði, aðeins 995 krónur. Ekki missa af honum. IKEA. Amerikan Bar sýnir í beinni á 18 sjónvörpum og breiðtjöldum. NBA, NFL, hafnabolti, enski boltinn og fleira í bullandi hátíð. Kjúklingavængir og bjór á tilboði. Amerikan Bar, Austurstræti, nýi staðurinn þinn. Vorum að taka upp nýja sendingu og fullt af flottum úlpum fyrir haustið. Jack & Jones kringlunni og Jack & Jones smáralind. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is. Hæ, þetta er Aldadís. Ég minn ykkur á að áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent er í fullum gangi þessa dagana. Við verðum í fjölbrautaskólanum í Breiðholti á morgun klukkan 10. Ég mæli með því að þú skráir þig. Það eru 10 milljónir í boði. Komdu og láttu ljós þitt skína. Það er lyginni líkast hvað nýr Áris Hybrid er magnaður bíll. Þess vegna hef ég tengt mig við legamæli sem gefur mér rafstuð ef ég víka vegi sannleikans. Nýr Áris er líka ríkulega búinn háþróðum tæknibúnaði. Hann fyllir þig gleði og hamingju, hljóðlátur og lipur í akstri. Útlitið verður glæsilegra með hverju ári, líkt og hjá mér sjálf. Áris, komdu bara á reynsluaktu Toyota. Nói Sirius kynnir episka bragð upplifun. Lakrís, lunga mjúkur Nóa lakrís. Hjúpaður Sirius rjómasúkkulaði sem hreinlega bráðnar upp í þér. Nóa lakrís, rétta bragðið. Jam hátalarar. Mest seldu Bluetooth hátalarar í Bandaríkjónum og Bretlandi. Fást í Elko. Íslenskur grísasnitsel. Krónan fyrst og fremst ódýr.
heillandi sýning helgina. Við sýnum nýja útgáfu af Land Cruiser 150 laugardaginn 19. september á milli klukkan 12 og 16 hjá Toyota Kauptúni á Akureyri og í Reykjanesbæ. Viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Ný útgáfa af Land Cruiser með nýja og sparneytnari vél, háþróað myndavélakerfi og blind spot monitor. Leiðsögukerfi hluti af ríkulegum staðalbúnaði og svo fæst bílinn einnig í afmælisútgáfu með Adventure pakkanum að verðmæti 750.000 krónur. Komdu og láttu heillast á laugardaginn á milli klukkan 12 og 16 Toyota. Sestu við færibandið og veldu þann sem þér þykir bestur. osushi.is Hver skildi smala saman mestu fjöðum helgina? Potturinn stendur í 45 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Syngja for the love of God. Nei, ok. Þetta Lady Gaga hér með Bad Romance en þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það komin tími á dagskrárliðið sem að Egill Einarsson sér og heitir Spurningakeppni Gilsa. Það bara þannig. Og hann staðinn upp. Hvað er það upp? Hvað er það að segja? Ná í penna og það er að skrá niður stíginn sko. Ok. Það er mjög mikilvægt. Ok. Hörðu, byrja þú bara að pusta í botn, byrjum með því. Já, ég spila ekki allan trailin, bara svo vita. Það er ekki glæta. Þú með trailer á öllu. Ég get ekki, nei það er ekki trailer í þetta. Þú farið trailer eftir líka fyrir nýja. Hei, sett hann aðeins allavega. Ekki bara pú. Ok, bara 10 sekundur. 10 sekundur? Já, farið ekki meira. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Það er svo vond allt. Ég segi róla með öllum líka. On the floor. Fætt 10 sek. We put some energy into this place. Æ, helviti skútur right now. Hann þarf an answer right now. Og búið bara. Já. Jesus. Þetta er ekki leið. Ef þú myndir hætta að nota skúter í alla trailera, þá myndir við kannski spila þetta. Já. Hvað er að þér? Hater. En velkomnir í spurningakeppnina King of the Douche. Já, King of the Douche. King of the Douche, man. Hver er basically meiri douchebag? Meiri hálfviti. Já, þú veist. Þannig sé, douchebag. Já. Hvað myndir segja douche, íslenska þýðingin? Hálfviti. Skítæll. Skítæll. Já, það er gott. Það er gæstendi. Hræsnari. Hörru, byrjum bara að að keyra þetta í gegn. Hefur þú logið að tryggingasölumanni sem hringir í þig? Já, ég ætla að segja já. Við verðum að segja satt. Já, þú veist, ég er ekkert að búa til svörina. Ég hef oft gert það. Það er punktur að báða. Ég gerði heldur bara síðast bara fyrir svona viku. Já, það er punktur. Bara svo vita að þá var trailun ennþá í gangi hefðu við spilað hann. En já. Ok. Hefur þú sagt í síman einhvern tímann að setja á fundi og getur ekki talað, bara þú nefndir ekki talað það? Þú ert að bauna þess á mig. Nei, þetta er bara spurningi. Ég hef gert það líka. Þetta er Hefur þú hrætt? En höfum eitt á hreinu þegar þú ert alltaf að vælið þessu. Stundum þegar þú hringir, þá er ég samt að fara á alvöru fund, sko. Það fundar engin meira þú? Það fundar meira Jónaski, sko? Herra, ok. Hefur þú hrætt á einhvern? Hefur ég hrætt á einhvern? Já, bara í skets. Telst það? Já, skets, fótballaleik, einhvern tímann, og þú varst krakki. Í fótballaleik, leikskóla. Ég hrætti áttina einhvern. Steindi, ég gef þig punkt strax, þú er 100% hrætt á einhvern. Já. Og ég hef gert það nokkuð sinnum. Síðast, þegar ég hrætti framan í mann, það var meira að segja, nei, alls ekki. Jú, ég var að grínast, því að við vorum að taka upp fyrir Steindan okkar og ég hrætti framan í Heiðar Austmann sem satt nákvæmlega sem ég fór yfir borðið, þetta var close-up á andlitinu á honum og ég drakk smá mix til að hafa hana alveg og hrækti í andlitinu. Af því þú sagði síðast er ég hrækt á fullorðinn mann, þannig að það var ekki eina skiptið. Nei, þú veist, ég hef hrækt á fólk en þá er ég líka bara nei, þá var það einmitt bara svona þú veist, það hefur samt alltaf verið í einhverju aldrei bara reiður. Ég verð að segja nei þarna, ég er bara hrækt í áttina einhvern. Ekki á það, ekki fótboll, þú ert svona rugglar á fótbollvelli. Já, veit það, ég hrækti áttina. En þú hefur víst hrækt á einhvern. Víst hefur hrækt á einhvern. Alla tíð í 70 mínútum eitthvað hefur aldrei hrækt framan einhvern. Jó, en ég get bara ekki pinpointað það, sko. Nei. Þú hefur 100% hrækt á einhvern. Þetta er punktur á blöð. Þú gett ekki upp með þetta. Þetta er ekki punktur, hann manið ekki. Jú, þetta er punktur, jú. Maður vill ekki vinna þess ekki. Hann er ekki viss. Ég tek punktin að það blöð. Þetta er 3-2 fyrir Stóni. Hefur þú neitað að taka selfie með einhverjum? Svo jamminu eða Smáralind og kemur eitthvað krakki við selfie? Nei, það hef ekki gert. Nei, ég held ég hef ekki gert það heldur.
Ekki eins og djaminu? Pirraður, fullur og reiður á barnum? Ég hef kannski ykkur tíman svona þóst ekki heyra það. Punktur? Er það punktur? Þú þóttist ekki heyra það eitthvað eifildi selfie? Þú veist, ég sagði ekki nei, ég myndi aldrei segja nei við. Nei, en þú svona þóttist ekki heyra og ráðar eitthvað í burtu? Já, alltaf þetta er ekki punktur, jú. Blöð? Þetta lítur á punktur. Já. Þetta er punktur á blöð, sko, 100%. 100%. Við skulum ekki verið í neinu hérna. Við erum allir bara opnir hérna. Hefur kaffart einhverjum í snjó? Já. Nei. Já. Sko, þú ert gamall hrottist. Herru, að kaffar einhverjum var nú alltaf bara friendly. Ok. Ekki þú Blöð? Smá snjórun á baki, það er bara hressandi. Ok, hefur þú talað í síman í bíó? Já, bara áður myndir. Ekki að menna myndir. Ég hef gert það með myndir. Ertu að tala um það bara þeirra trailer? Ég hef ekki dottið í eitthvað langt. Nei, þegar myndir. Nei, það hef ekki gert. Ég ber gríðarlega tókstu síman upp? Ég tók síman upp. Það var að vera að ringi mig á fullu. Ég hef lendið að vera að ringi mig, en ég seti bara á silent. Ég hef lendið því að vera ekki á silent. Ég fór ekki að spjalla. Ég tók hann bara upp og sagði, gamli, ég er í bíó. Já, það má ekki. S-wipe. Maður fá heyri rættir. Ég hef ekki gert það. Þú ert að pakka saman þessari keppni 6-3. Þetta kemur og svolítið óvart bara. Douche. Ok, sem allavega. Hefur leikið ræði að sturta ekki niður og nýbúin að hæja þér? Nei, það hef ég ekki gert það. Það er ógislegt. Það er bara ógislegt. Kannski heima hjá okkur vinninum ykkur flippið eitthvað? Nei, við græðum bara flippum öðru eins og þú Þú ert ekki að tala um stíplaklósett. Þú ert bara að tala um bara viljandi. Það er bara ekki. Ég hef gengið í burtu frá stíplaklósetti. Við kennum það. Það er það fara ekki punkt samt. Nei, ok. En hefur þú neitað að tala við fyrirverandi kærustu? Já. Neitað að tala við mig? Ég ætla að segja nei. Punktur á Blöð? Neiti, jú. Það er ekki. Það er 4-6. Blöð er aðeins að rífa sig í gang. Ég vill ekki að rífa mig í gangi. Þetta er svo óþægilegt. Það svitnar í þessu. Þetta er svo, sko, hann situr alltaf þarna bara skælbrósandi, menn að við erum að opna okkur gjörsamlega. Maður svitnar í þessu. Hefur þú beitt, eða bara skipt akrein á þess að gefa stefnuljós? Já, það var allir. Er flókið að gefa stefnuljós? Nei, ég reyna það, en það er bátt eitthvað. Það gleymist. Já, það. Punktur á báða þar. Hefur þú farið í þveng? Hefur farið í hvað gestreng? Já. Þú varst ekki með þessa spurningu síðast? Já, og þar síðast. Þú ert alltaf með þessa spurningu? Nei, ég bara... Þú veist alveg, við hefum báðir klætt okkur einhvern veginn í þveng og það er bara ekki gaman að tala um það. Er þetta eitthvað fettis hjá þér, eða? Akkurat með þetta í öllu spurningum. Æ, það er eitthvað svona dúsfílingur í því að klæða sig. Nei, alls ekki dúsfílingur. Það er ekki flippi bara. Punktur á báða. Hvernig varst þú að flippa með þetta, Blöð? Akkur varst þú að flippa eitthvað í G-streng? Blöð, ég segi þú G-streng og Snapchatið. Komið hérna eitthvað tíma með... Talaði herra? Ég hef komið inn í setna herbyggja á þveng og ætla að vera eitthvað fyndin. Fyndin eða sexy? Hvort heldur þú? Heldur ég ætla að vera sexy í honum? Ég var að reyna að vera sexy þegar ég fór hjá. En ákveð er samt þessi spurning alltaf? Hrika lóðaðileg. Það er óþarf að hafa þessu alltaf. Þú veist þú að fara í þveng? Ok, það er punktur. Hefur þú sagt Rikka G að hann sé feitur hann þurfa að rífa sig í gang? Ég held ég aldrei kalla hann feitan, sko. Nei, ég hef ekki orðað feitur, nei. Hvað hefur sagt við það? Þú veist, bara hvort að hann sé átæki og hvernig gengur átæki og það er ekki að rífa í gangi eitthvað svona. Að peppa, nei, þá er ég að peppa. Þú hefur ekki sagt að hann sé aðeins og tear overweight? Ég get alltaf sagt það núna, hann er feitur og þarf að rífa sig í gang. Nei, Rikki er í topp. Það er punktur að báða. Hefur fengið símtal, hort á síman og sett hann á silent og lagt hann frá þér? Þú leggst þér að það svar ekki. Ertu að tala um það sama og þú gerði við Valtý Björn og alltaf Safran eins og hann horfði á þig gera það? Pítur, ég hef ekki þetta. Það er Egill og Safran að geta. Valtý Björn alltaf var sniður, ringir í hann er við borðið að panta, horfir á Egill, horfir á síman, setja á silent og leggja hann frá sér. Nei. Skellur ofan á skell. Þetta er rosalega skellur. Hvað gerði Valtarinn? Fyrst að það sá ég ekki Valtarinn inn á Safran. Auðvitað ekki, þá hefur þú svarað honum. Og ég var að fá ágreiðslu. Ég ætti ekki að svara Valtarinn. Þú sast við borðið? Nei, ég var að fá ágreiðslu. Þú varst búin að fá matinn, þú varst að borða. Bara, þetta, ég veit ekki hérna. En já, maður gert það. Ég og Valtarinn er búin að bury the hatchet. Eru margar spurningar eftir því? Það er bara 2. Þetta er rosalega margar. Hefur fengið flöskuborð á austur og látið henda saklausu fólki af borðinu svo þú getur flaskaðið vel upp? Ég ætla að segja nei þarna. Nei, held ég ekki.
Þetta er aldrei fara og sattu kolbarn ykkur kolb flöskuborðaði mig Við þurfum allir að vera hreinskilur Nei, og það er upptekið allt, skilur Þú vilt alltaf flöskuborðið þitt, þá þarf að henda mig Ég hef aldrei lappað Þú veist, ef að rúmfattalagarinn með borðana þeim hent út fyrir steindar, sko Ég hef aldrei farið og ég hef aldrei beðið Ég verð að gefa þig punkt Ég hef aldrei beðið Ég sé það á þér og gert þetta Herðu, ég hef aldrei beðið að fjarlægja neitt fólk fyrir mig Hvergi En Auðun hefur gert það og ég veit að hann á það punkt Hann á það punkt Ef þú spyrði einhvers staðar laust Ég hef aldrei sagt hendu mér Nei, þetta er ekki punktur Þú er aldrei látið henda fólki Ég held samt að Ég verð að gefa það punktlu Leiðréttu mig ef það er rangt fyrir mig Þú hefur örugglega einhvern tíma sagt það er fullt Já, það er fullt Anskotin djöðslegindi það maður Og hvað er alveg pottet fullt Er ekki þetta græðið einhvern meginn Og það endar kannski í því Þú sagði það kannski aldrei árið Ok, bara ein eftir Hefur þú setið á blackjackborði fullur með konu, hund og barn heima? Ég verð að segja nei það Ég á ekki konu, barn niður hund Ætli ég þurfi ekki að segja nei líka Nei, ég held að þú eru hendi já aðna Nei, en byrju Það var fyrir mörgum árum Nei, við höfum alveg tekið blackjack session Steindi, þú ert king of the douche Til hamingi Til lukkum þetta kannar Til líka mestur Átt ekki svo Þetta er King Bent sem er góðu vinnu dúsarans Glænýtt lag sem heitir Bara segja Með blóðu vodka svala Sett svo mikið út í drikkin að ef ég þarf að klaka þá langi okkur til að fara Og ég þomba eins og Drikkjur hrútar þurfa hirði Ég tek það á mig Ég held í niðri Þegar orðin eldri en ég held ég yrði Ég held í niðri Ólympíusamband Íslands kynir hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur dagana 9. til 20. og 2. september. Skráðu til leiks og þú getur unnið glæsilegt trekk-reiðhjól að verðmæti 100.000 krónur frá reiðhjólaversluninni Erninum. Einnig áttu möguleika á að næla þér í aukavinninga með því að taka mynd af þér á hjóli á leið í skólan og hashtagga á Instagram hjólum í skólan og be active. Kynntu þér málið á hjólumiskólan.is. FM 957 og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Tvær í takinu. Tvær í tacoinu. Taco. Serrano. Fresh. Happy. Max. Úlpurnar eru komnar í Jack & Jones. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Lygamælir eða sannleiksmælir? Jæja, hvað sem það heitir, þá festi ég tækið á mig, enda stránglega bannað að skrökva í auglýsingum eins og þið vitið. Ef ég víka vegi sannleikans, þá fæ ég snöggt rafstuð og ekki óttast ég það. Þetta var sárt. Nú er komin nýr áris, hljóðlátur, lipur og ríkulega búinn glæsilegum tæknibúnaði. Komdu og reynsluaktu hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Samt ekkert þú sárt. Toyota. Við hjá Ergo fjármögnum það sem upp á vantar til að fjölskyldan komist örugglega milli staða. Hvort sem hún er stór, eða lítil, eða græn. Og þegar aðstæðurnar breytast, aftur og aftur og aftur og aftur, er gott að geta treyst á hraða og örugga þjónustu. Auk þess sem þú getur svo alltaf greitt inn á höfuðstólinn og lækka þannig greiðslubyrðina. Þú velur farartækið og við hjálpum þér að fjármagna kaupin. Við aðstóðum með ánægju. Ergo. FIFA 16. Pantaði núna og fáðu FIFA 16 sendan frítt heim kvöldið fyrir útgáfu. Borgaðu með Netgyro og þú getur unnið 100.000 króna gjafabréf á fótboltaleik með gamanferðum. Heimkaup.is. Opið frá 11:30 til 11. Reykjavík Chips. Hæ, þetta er Aldadís. Ég minn ykkur á að áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent er í fullum gangi þessa dagana. Við verðum í fjölbrautaskólanum í Breiðholti á morgun klukkan 10. Ég mæli með því að þú skráir þig. Það eru 10 milljónir í boði. Komdu og láttu ljós þitt skína. Lína Langsokk. Miðasala í fullum gangi. Hei, komið og sjáum mig í Borgarleikhúsinu. Lína Langsokkur. Borgarleikhúsið. Sjónvarp Símans er eitt af því fjölmarga sem fylgir í heimilispakkanum sem kostar bara 12.000 krónur. Þú getur meira með Símanum. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Nýja Valencia haustlínan er komin.
Nýir spennandi litir. Hagkaup. Þú fær Label M hárvörurnar á beautybar.is. FIFA 16 kvöldóttunni í Elko Lindum 23. september. Forsala í fullum gangi á elko.is. Tryggðir eintak strax. Var frítt var með rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við þökkum þér kærlega fyrir það. Þetta Steindi Junior sem talar með sinni þægilegu, þykku útvarpsrödd. Seiðandi, rólegt og rótist röddin. Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Auðun, yfir til þín. Já, við ætlum að ræða núna hérna. Við sem sagt vorum að reyna að finna nýja dagskvöldi í gær. Fórum á tapas á borða og höfðum að kosi. Já, það passar. Og já, eitt af því að þið fenguð að taka yfir að skrá mig inn á Tinder sem að var ágætis hugmynd eftir time og ég mátti ekki skoða það í 3 klukkutíma en breytti svo í, sko, eftir ég sá spjallið og það er einn stelpa sem ég er bara búin að senda á að ég varð að láta vita að þetta væri ekki það var ekkert aðeins spjalli. Þetta er að versta sem ég sé. Ég skil ekki þetta væli þér. Við erum búin að koma þér, við erum alltaf að gera það greiða. Við erum alltaf að reyna að vera góðir. Þú ert komin á þetta frábæra app. Þú ert komin á Tinder, mættur á Tinder. Við fengum að stjórna þessu í 3 klukkutíma og býtu. En er ekkert skrítið að vera 35 á Nei, hvað er eitthvað að því að vera einhleipur á einhverju forriti sem gerir þig kleift til að hitta hitt kynið? Alls ekki. Ástina hana. Og líka sko ég er að spá, má ég sjá bókanir fyrir þennan? Nei. Bókanir, hvað meinar þú? Við vorum með þetta í 3 klukkutíma og ég held hvað töldu við? Við fengum held ég örugglega 20 mats. Já sko við lentum aldrei því að við hittum á hjarta einhver og þá var ekki búið að það var ekki að match. Já. Þú ert með 100% rekord. En þá er það einhver sem er í grendina. Þá voru búin að haka blöðaran, er klár í the cash. Beint í the cash. Í the cash, og ég bara herðu, sko, opnaðu þetta og ég ætla bara að leifa hlustundum og sérstaklega líka þú vilt ekki lesa þetta? Ég ætla ekki að koma nála þessu. Ég ætla að vona að stelpa sér að hlusta. Ég er alltaf búin að senda henni að þetta ekki. Ég held að hlustundur eru sammála með það er ekkert að spjalli. Þetta er ógeðslegt. Og líka það sem að þú tókst Steindi fannst með viðbjóður. Það var verða sem Egill setti. Við erum basically saman með við opnum bara með öllukallinu. Fara aðeins yfir þetta, við opnum þetta svona. Já, við opnum með öllukallinu bara. Þú sagðir ekki orð. Nákvæmlega, hver opnar með öllukallinu? Ekki vann með þetta emoji kallana. Það er eitt besti kallin. Já, en bara opna með að setja tungun út. Já, bara hana hræðilegt. Nei, það er mér svo flott opnun. Það var ekki að vesti í þessu. En Egill tók þessa opnun alveg einn á sér. Það var ógeðslegt. Og Halla segir hæ, maður ekki alveg segja hvað heitir það? Jú. Halla, sagði hæ. Já. Og þú sagðir, kóngurinn er að fá sér í kvöld. Hvað er verið að gera? Mér fannst þetta til dæmis. Mér fannst þetta mjög góð pæling að byrja strax. Ég tala svona, kóngurinn er að fá sér. Setja bara strax. Það er ekki ekta ég. Nei, ekki bara, the king is in town. King is in town. Strax viðbjöður. Alls ekki, en hún svarar strax. Kóngurinn er að fá sér í kvöld. Það er náttúrulega bara eðlilegt að segja það við stelpu. Hún hendi strax í svar. Það verður aldrei eftir mattsar nema þetta. Sko, hún segir á kaffihúsi með 2 vinkonum bara. Og þá segir þú ég var að skoða þetta, ég sá þetta þegar ég kom heim í gær þegar ég loksist fattaði hvernig ég fyrir inn á þetta. Þá segir þú, ok, ertu downtown jackpot sem er ógeðslegt aftur. Þarna hittum við basically, nei, þarna erum við að tala bara, herru, ok, þú er í bæ, ég er í bæ. Jackpot? Já, þú veist, hver nota það? Þeir segir, ertu downtown jackpot? Þú varst bara basically að segja þannig að þú varst að detti í lukkupottin. Ég er líka í bæ. Við erum bæðinir í bæ. Ég er ekki viss að það er unnið dúsbæk-keppnina maður. Ef þú tala svona við stelpur. Það er ekkert að þessu. Ég hef ekki talað við stelpur bara í 10 ára. Í gegnum Tinder-reikning sem að ég skráði. Já, ég er bara að spreita með það sko. Ég er bara, og Egill er svona, ég er bara svona hans hægri höndi. Ég byrjar að svitna núna bara að tala um það, samt var þetta í gæði sko. Og hún segir, Halla, ég vona að setja hlusta. Já, segir, hvað meinaru? Spurningamerki, jackpot, spurningamerki. En svo fatt ekki alveg hvað sem er bræðilegt, hvernig áttu hún að fatta það? Og þá svarar þú, sem mjög basic svar sem er cash er í bænum, it's your lucky day. Ég veit ekki hvað það segir ógeðslegast. En þarna hendur bara basically, þú veist, þú skilur þetta alveg. Heldur þið bara hún myndi fatta það? Ég myndi kalla mig cash, en það hún spurði líka bara cash, hvað er það rugg? Ég held að vissu allir á landinu. Hún segir, cash hvað? Nákvæmlega. Bara you lucky day, cash er í bænum. Þú varst líka með jackpot og cash. Þetta er svo vond maður. Ég held sko, misskilningur þarna var ég held að hún hafi haldið að þú ætlaði að gefa sér pening. Mér fannst þetta einhvern veginn vegna varst að bjóða henni pening. Ég veit ekki
hvað var sem að hérna til að samþykkja þetta í gær að gera þetta. En hefur þið heyrt aftur í henni? Já, bara þegar ég var að biðast afsökunar, hún skrifa líka, þetta serði það næst, haha, grunaði það nú. Hún var að byrja að fatta þetta í lokin, annars bara hún haldi ég að vera rugglaður. Hún segir, ha, Cash, hvað, og síðan spurningamarki, í bænum spurningamarki, hún fattaði þetta ekki, þá segir þú, jep, Cash í bænum, en á leiðinni upp í my mansion á Arnarnesinu. Herru, hættum að lesa úr þessu ógeði. En mér veist mjög skrítið að hún hafi ekki samt bara stokkið beint á partilestina. Nei, bara Hisson hafði ekki bara hent símanni sín. Þetta mjög gott bjart. En hún fattaði þetta í lokin. En síðan málið en þú ert allavega sko ekki sæna þarna út því að þetta getur verið sko, við erum ekki með reikningin núna, þú verður bara með hann og ég sé og gefur þessu sens, verður keep an open mind hana. Það er enda lúmskaman að flettu við mig í viðurkenna það svona fletta myndum. En sko, það sem þú þarft náttúrulega fyrst og fremst að læra er á emoji kallana. Eins og að opna á tungu. Egil þykist verið eitthvað sér. Taktum í emoji-kennslu næsta fyrsta. Já. Ekki, Barði Jóhansson er komið hérna, við skulum fá hann í spjall. Skólaði þar til. Við þurfum að gera því. Þú verður að undirbúa þetta og kendorum á emoji kallana næsta fyrsta. Já, ekki þessin. Hér eftir smástund Barði í Bangang og við erum líka með kortmyndur frekar, fréttastofu Gils, þetta er bara rétt að byrja okkur. Þetta lag á vel við, okkur þrjá. Hér með Young Forever, þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og ég veit reyngitur að koma með góðan gest hingað í stúdíuð. Hann heitir Barði og Jóhansson, verður velkominn. Já, þakka þið fyrir. Hvað segir þú gott? Ég segi alltaf fínt, sko. Hrikalega gott að fá þig í stúdíu. En hvað segir þið gott? Við erum mjög góðir. Við erum feskir. Ég er rosalega áhyggjur að því eitthvað líði eitthvað illa. Nú? Já, með eitthvað svo sorgmætir. Við erum búin að þvíleikum gera í allan dag. Já. Þú ert að FM. Þú ert með svo góða nervur líka. Hvað segðu þið? Er ég á FM? FM 957. Við sjáumst að þið smá. Þú getur ekki unnið FM Barði, sko, því þú ætti að vera hress. Línunni. Við vorum að rifja líka upp á það að þú átt einn af okkar uppáhalds útvarpsþáttum. Já, Ólafur sem var á X-inu. Já, fannst ykkur hann skemmtilegt? Já, miklu. Mér var skemmtilegt að vera með hann. Þegar ég var lagamaður í IKEA, þá hlustaði ég alltaf með svona headset, svona stór headphone. Já. Og var á liftara að hlusta á Ólaf. Já, mjög gott. Ég var mikill aðdáðandi. Þú bjargaði deginu fyrir mér. Ég var líka að laga það. Þetta var líka svo gott line-up, þetta var Tvíhöfði hérna og þú og Pétur og Dotti. Já. Ding dong, þetta var heldur þétt, dagskraf. Einmitt. Ég hef ekki unnið á lager og hlustað á sjálfum í útvarpinu. Þú hættir að prófa það. Já. Það stytti daginn. Það heyrist alltaf að það verði alveg geðvegt. Að vinna á lager og hlusta á þig. Já, hlusta á sjálfum sig. Já, en hvað er að frétta þér? Jú, það getur maður verið með svona mic, svona, er ekki til svona jú, það er allir með svona í tölvum svona, Þú gætir í rauninni verið að vinna á lager og verið með einhvers konar podcast, live útvarpsþátt og hlustað á mig í rauninni. Já, akkurat. Það er endur ekkert óvitað pæling. Þetta er kannski framtíðin bara. Já, fyrir alla lagerstarfsmenn úti. Það er mjög sniðugt að byrja með podcast og vera með headset í vinnunni á meðan þú ert að lyfta. Já, það er ekki þægilegt. Mér finnst það ekki vill. Ég var að vinna á bensínstöð og þá mátti ég ekki vera með neitt í eyrunum, því að ég ekkert heyrt það sem fólk var að segja við mig. Ekki að ég hafi skilið mikið það sem menn var að segja. Ég var í svipuðu dæmi, ég var að vinna í Sundlu í Lágavarslu í Mosbæ í mörg ár og þá Nú, varst að vinna ekki í Mosó, nei, í Sundlu og þegar maður var upp í turni að horfa á fólki að synda og þurfti að vera að vakta sko, hvort einhver var að fara að drukna 12 tíma vöktum. Já, þá máttu maður ekki hlusta neitt, maður þurfti að geta heilt ösku sko. Það er að setja 12 tíma inn í litlu búri súrefnislausu og halda þið vakandi og fólk að synda sko mjög hægt. Já, það er ekki margir sem vita það að steindin okkar séri eitt var mikið skrifið hann uppi. Já, ok. Það kom bent bara svona heimsókn og við vorum að fýblast, já. Blöð, gerðum einhver reyð og opnaði Facebookið, farið message og opnaði lagi sem var að senda þér Get the fuck out, ítta þess að play þar, takk. Hæ? Akkur? Hei, ég og Barði erum unnið saman, við erum gamlir colleagues og við hendum í laginu sem félagarnir. Að þið Barði unnið saman? Já. Hvenær voru þið að vinna saman? Við unnum saman í Mercedes-klubb. Varst þú nei, Barði var ekkert í Mercedes? Já, hann bjóð til laun, Mikil Sána. Við eittum heilum, sko, hversu margar nætur voru við félagarnir saman í stúdíónu að kokka upp eitthvað á veislu? Já, það hefði ekki verið svona 12 tímar á lag. Já, og þetta tekur 12 tíma að búa til good shit lag, það er bara hannig. Og þetta voru erfiða nætur oft en
Býtum að sjá. Það er það fyrir þig. Hvernig, af því hann hefur nú oft rætt inn í útvarpinu bara því hann Egillu Mercedes Club ævintýri sitt. Hvernig lítur þú á þetta Mercedes Club ævintýri? Hvernig var þetta fyrir þér? Já, ég ég man ekki svo vel eftir hvað það að tala um. Hann vill ekki tjá sig þetta. Af hverju erum við að koma barða í þessi leiðindamál? Ég búin að vera með lag í Citroën auglýsingu, Lancia og bara fyrir held í flesta bíla nema Mercedes. Ég veit ekki hvað það. Gætur ítt á play blöð? Sko, hann vill ekkert láta benda sig við þetta. Hann er ekki að stoltur af þessu. Við höfum vunnið sama félagarnir, sko. Ítt á play. Á þessu hérna lagi? Já, ítt á play. Ok. Já, nákvæmlega. Manstu þið félagarnir kokkuð með þess að veitlu upp eða? Má alveg segja viltu ítt á play. Sko, og nú kem ég með frábærsöng. Hver er að syngja þarna? Þú veitur ekkert að betta röddunum minn annað. Ekki nokkuð skapaðan hlut. Ertu þetta þú að syngja? Já. Ertu þetta þú að syngja? Þetta er ekki eins og rétt, það er bara hannig. Þetta er viðbjóður. Það hljóma bara svo steindi. Það er búið að tjúna, sko, þetta er ekki hægt. Þetta er ykkur bestu ár. Þetta er ykkur bestu ár lífsmís. Já, þetta er sko, Barði, þú svona rétt komst bara við þetta, eða ekki? Hann bjó öll lögin til. Já, ég myndi nú segja að ég hef nú alveg þurft að tjúna þetta svolítið mikið. Já. Svona svipað. Ég geti haldið svona samkenda fund með þeim sem að vinna lögin þín, sko. Ég hef aldrei, sko, autotune is my middle name, en þetta, ég á ekki breykið þetta. Þarna er búið að vinna þig. Þú varst ekki með þeim á hestamannamótinu þegar þau voru grýtt niður og það? Það fylgir samt þessari músík, sko. Ég var aldrei með, sko, live. Mætti aldrei á giggin, sko, því miður. Ég var held ég að vinna einhverju plötu á þessum tíma. Já, þú varst það. Meistar aðeins þegar Mercedes Club blendi þarna í Hostile Crowd á... Það var þetta Haffi Haff fór á girðinguna. Ég er búin að útskýra þetta margótt. Þeir voru á hestamannamóti og Haffi fór. Endar hafði mjög gaman að þessu. Já, þessum tíma. Sorry að segja það. Þetta var því líka veistla. Mér finnst þetta stórkostlegt, sko. Ég segi bara... Þetta var vinsæl hljómsveit. Já, voru þetta shit ykkur 3-4 mánuðir, sko. Getur þið sett basscup á fyrir mig? Nei, ég er góður. Nú ætlum við að ræða við barðaðum það sem hann er að gera í dag. Ekki það sem hann var að gera fyrir 10 árum. Gefið það mikið vesen fyrir að íta á basscup og bara, ok, sorry. Hann er þetta hressandi lag, sko. Er það? Já. Okkur prófur ekki að renna því það svo. Þetta er basscup, kæru hlustendur. Þetta er annar lag með Mercedes Club. Það er lengi að byrja það. Nei, það kemur svona Get the fuck out of the club. Bass Cup. Þarna er ekkert búið að eiga við röddina. Gasmann tala svona. Ég vil ekki vera leiðilegur, drengir, en lagið Bass Cup með Mercedes Club er með 411 views. Sem er bara mjög gott. 411 views. Það er fínt. Hvað er því? 411. Það er ekki búið að kaupa sér 300.000 view eins og eitthvað með ykkur. Ekki reyna drull yfir þetta með ég og Barði þeirri menn á vaktinni. En það er tónleikar, Barði. Já. Já. Og það er ekki tengt Mercedes Club. Nei. En það er samt gaman að rifja þetta upp. Þetta er, ég sakna krúsins. Já, þetta var mjög gott krú. Hvað er að frétta af þessum mönnum? Svona ef við bara hlaupum með það. Series 4, hvað er hann að gera þetta? Hann er bara ennþá 4% eða 3% og er að gera sinna góður, sko, alla daga. Já. Og party hans er bara fella bodybuilder og elskar póker og hérna og gasmaðurinn að lifta. Allir á lífi. Og Rebecca er bara allir á lífi, það er ekki svona 7-50 ár síðan. Já, allir á lífi segir svona. Já, Barði, tónleikar. Já, hérna ég er að fara alltaf tónleika, Bangang tónleika. Veistla. Í Gamla bíó. Og það er alltaf að koma vinir mínir, JB Dunkalur og spila með mér og Daniel Hunt úr Ladytron. Þeir ætla að taka við ætlum að taka örugglega eitt lag allir saman og síðan sitt hvort á þá og síðan spila ég nýju plötuna og gamalt dót. Og síðan verður á undan Gangli, íslensk hljómsveit sem að Sindri í Sinnfang og Sýber er með og Jófríður og Samaris og Úlfur. Og síðan bresk hljómsveit sem heitir Is Tropical, þeir ætla nú að koma bara og DJ-a á milli. Ok, og hvenær er? Þetta er 1. október. 1. október? 1. október. Og Gamla bíó tekur ekkert marga og miðasal er að fara gríðarlega vel af stað, þannig að
Og hvað getur fólk treyst Ég spila svo sjaldan sko. Já, ég var að hugsa það Miði.is Menn þurfa svolítið að fara að berjast að fá miða núna. Já, ég kannski spila á 2 ára fresti. Já. En geri það þá. Þú nennir því ekki, ekki að gegga. Þetta mjög erfitt að gegga, það tekur á. Það tekur mjög mikið á. En af hverju spilar ekki oftar? Af því að þú gætir það mjög auðvitað? Er það af því að þú nennir því ekki? Eða... Sko, ég bara, mér langar að gera flott, sjaldan, heldur en að gera oft lélegt. Einmitt. Og og þannig að þú veist, maður er alveg að leggja í, ég er ekkert að fá JP og Danny, þú veist, það hefur aldrei gerst, veldi, þetta er svona super fýringur, sko. Og ég er ekkert að fá þá, þú veist, í hverju viku til að fljúa til landsins. En þú veist, mér langar alltaf að gera eitthvað svona sérstakt þegar ég er að spila á Íslandi, því að þetta er yfirleitt, sko, við erum ekkert svo mörg á þessu landi og ef þú ert alltaf að spila, þá ert alltaf að spila fyrir sama fólkið. Já. Og já, og ég kannski fæ ekkert rosa mikið út úr því að spila alltaf fyrir sama fólki, en ég fæ mjög mikið út úr því að spila sjaldan. Það er mjög góða punktur. Já, bara fyrir sama fólki. Já. Ég ætla að fara að henda mér í færri gig, það búið að selja mér þetta. Já, þetta ég held að það er eitthvað val hjá þér eða, en það Ég ætla að kera gigginu. Ég ætla að gigga einu svona ári, ég er búin að gigga þið með daginn. Nú. Það DJ Muscle Boy. Já, með páskatúr og jólatúr og ég er heppinn að lifa þann af. Ég skil þig. En miðarsala inn á miði.is og þetta er í Gamla Bíó 1. ótt. Þetta er í Gamla Bíó 1. ótt, já. Glæsilegt, virkilega gaman að fá þig. Hendið ykkur á miða og... Ég ætla að vera ofuröfðu þetta. Ég ætla að vera fulli leðileika en það er leiða. Það mátt það alveg. Það er allir löngu hættir að dæma. Við látum bara að vísa þér út. Það er þetta ekkert mál. En já, við ætlum að spila hér Ekki spila þetta. Var þetta Bass Cup eða? Já, þetta var Bass Cup. Skulum henda viðtalið frekar á einhverju nýju. Já, ég ætla að setja þetta hérna. Þetta er Bangang og lagið er Silent Bite. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk að þér fyrir. Og gangið vel með tónleikan. Og gott að sjá þig. Og sjáumst, já, æfinlega. Pólsport heilsurækt, Smiðjuvegi 72 og pólsport.is. Lína langsokkur. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Ég er Lína langsokkur. Kom og kikki í heimsókn. Borgarleikhús. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Grensásvegi, sími 533 33 50. Eitt svellkaldur á krana og eldbökuð baka. Ótrúlega gott saman. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Flatbakan.is. Höfðabílar. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27. Sími 577 4747. Nýju Libras Rollpress góðdömubindin eru án ilmefna og umbúðirnar gera þeir kleift að meðhandla bindin á einfaldan máta hvar sem þú ert með því að rúlla upp, þrýsta saman sjálflímandi köntunum og henda. Libras Rollpress Go. Skólakort. Aðeins 5.940 á mánuði. World Class. Við erum með þér alla leið. Legðu allt undir með Double or Nothing borgara. American Style. Happy Hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. Það held ég, þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Þökkum Barða Kjalla fyrir komuna, mikill snillingu þar á ferð og já, eins og hann sagði, þið getið tryggt ykkur miða inn á miði.is. Hann spilar á Íslandi á 2 ára fresti, þessi snillingur. Aha. Hann að endilega tekja á því, en það er hins vegar komið núna að komið tíma á dagskrálið sem heitir Hvort myndirðu frekar. Ok. Og er þið tilbúinir í það, drengir? Já, við erum klárir. Ekki? Jú. Hann er ekki flókin. Pældi áðan í stúdíónu, á sama tíma var Barði, Bjöllinur og Ásgeir Kolbens. Allir þrýr á sama tíma en í stúdíónu. Þetta var stútfullt stúdíó. Hefði flugvél brotlendi hérna á skattaliðinu. Það verður hræðilegt. Þessi menn farið á sama tíma. En eru þið tilbúinir í Hvort myndirðu frekar? Já, við erum klárir. Ekki? Jú. Ok, og já, þetta er ekki flókin dagskrálið, ég spyr 3 spurninga og þeir eru þess að hvort þið myndir frekar gera hitti þetta og hér er fyrsta spurning. Þið mættu velja, hvort myndir vilja geta breyst í hvaða dýr sem er í heiminum eða hvaða manneski sem er í heiminum? Hvaða dýr sem er í heiminum eða hvaða manneski sem er í heiminum? Hvað færið þér? Já, bara til dæmis. Hvað er frábært við, sko? Þú getur breytir í fugl, flogið, þú getur breytir í höfrung, fara á synd.
Já, ok, það verður fugl eftir einn dag. Já, ég meina það bara þannig. Búið að fljúa út út og það geggja gaman og hvað svo. Ég mætti bara gera þetta í viku. Yes, þá breytist þú nú aðeins. Pæli í sem það vera bara slakur, sitja upp á metró og bara éta allan daginn. Já, bara vera að dúfa þá eða? Já, svona bara máur. Það dýri sem þú út með. Nei, ég er bara að spá svona, þú veist, ég er bara að spá, sko. Bara, er þetta á Íslandi eða ekki? Íslandsdýr eða? Já, bara hvaða dýr sem í heiminum. Já, ok. Sko, ég ætla að velja mannesku frekar. Mannesku? Ég var til í að vera Rihanna í viku. Já, ok. Steindi, hvort það ekki mannesku eða? Ég myndi að vilja taka dýr. Ég ætla bara að vera alveg hinskil. Hvað er fyrsta dýri sem mútu breyta þig? Mætti ég bara vera eitt dýr? Nei, þú mátt leika þér alveg í viku. Já, þá er þetta ekki eins og spurning. Ég myndi byrja að vera fugl og prófa aðeins að fljúa og leika mér. Ég myndi vilja vera hitabeltistýr, armadillo. Ég myndi samt að passa mig alltaf að vera eitthvað dýr sem ég myndi ekki vilja vera veittur. Nei, og þú myndir breyta það fyrst í bara í hannu, Egil? Já, ég vil til að vera í hanna í svona. Myndir vera hún bara í viku? Hún er fyllibitta og svona óreglukona. Ég var til að taka gott jam. Þú ert það líka, akkur ég skil ekki Já, þú veist, hún drullar kass og hún er á snekkjum og engaþóttum og þetta er lífstíð sem ég var til að prófa í viku sem búið. Frekar hann að vera hákall í dag? Eða fugl? Hvað, ok, ég er hákall. Ráfa ég Nei, þú syndir Ég ráfa og ég eitthvað drast og held áfram að ráfa leita bráð ég get ekki fengið með jökul kaldan og ég get ekki farið á snekkju þú getur líka verið fullt af öpum sem er á því að vinna sem er að stela fólki, hvað heitir það aftur sem eru að naðrast svona naðrast í kringum kaffihús og er að Steindi er mjög hissa og þú viljið freka geta breyttir í hvaða manneski sem er heldur en hvaða dýr já, ok, herru, hvort viltu vera Örn eða Rihanna ég myndi bara, mér finnst þetta ekki spurning Svo er það næsta spurning Þið yrðu að velja annarkvort hvort myndið frekar vera alltaf hlæjandi þegar stundir kynlíf eða alltaf grátandi þegar stundir kynlíf Ertu að tala um öskur grátandi eða bara tárast? Grátandi bara tárast? Bara lekur úr augunum? Þú þarft ekki að vera með allt þetta? Já, bara, jú, svona aðeins svona sogu uppi og svona Já, en það er samt bæði frekar slæmt sko Gráturinn er samt líkar í stönu að þú ert bara með smá svona Hvernig stýrir þú? Já, stýrir Komdu með tóndæmi, hvernig stýrir þú? Hvernig, skikjaðu okkur smá dæmi Ég er ekki að segja þetta að segja Ekki svona? Nei maður, ég er ekkert svona Aldrei sé svona Alls ekki, ég er mjög langt frá því Og ég bara stað, aldrei gera þetta hljóð aftur Ég er hérna Ég klúður þess alltaf Ég orði þetta villust er miklu lengra frá stunum heldur en bara eitthvað smá svona Já, það er líka ömulegt að stunda kynlíf með eitthvað stelpi í fyrsta sinn og bara skellir hlæjandi ekki það sé eitthvað skár og sitt grenjandi Þetta er bæði mjög slæmt sko En það var náttúrulega óslega leiðilegt moment þú líta fram hann og þú er mjög lekur á augunum Já, bara eins og döðsjá eftir þessu strax Já, þú getur samt alltaf sagt bara ég er búið að vera eitthvað tilfinningar rússipanna hérna Nei, þú getur ekki Tveir hræðir valmölugar en ég vel hlæjandi frekar Já, þú sko Þú ert hlæja frekar í kynlífinu Ok, Steindi Ég myndi taka Matthew McConaughey þetta Ég myndi Þetta er ekki eitthvað skellir hlæjandi svo góð trúður Nei Ói, þú veist að hlusta á Egil núna að vera þessu Ég myndi alltaf vilja gráta Ég líka, Þú veist, ég myndi bara Veistu hvað ég myndi gera? Ég myndi skera lauk og setja á kottan við hliðinu og segja þetta er auðvitað bara þessi laukur Já, alltaf vera með hann Já, þetta er laukurinn Þetta er laukurinn Eitthvað svo leys Já, ég er með frjókornána með eitthvað svona En hvernig steinu áttur? Nei, ég gerir það ekki Nei, strátt hætti Ég bara, eins og ég var bara að segja að grátur er frendi stununa Ok, það var að síðasta spurningin í hvort myndir frekar setja risata Ok, núna þurfið það eins og hugsa Hvort myndir frekar setja risatattu af andlitinu á mér yfir allt bakið okkur eða á dóttir hvers annars Hvað meina dóttir hvers annars? Annarkvort þurftið þú að setja risatattu af andlitinu á mér á bakið þær eða það fara á bakið á dóttir hans Egils Dóttir mína? Já Ekki hérna, hvað með stelpuna hans? Já, ef þú þarft að velja líka Já, ég hendi sjálfsögðu hana Já, ég veit að Ég ætla ekki að vera með þetta sko Nei, ok, þannig að þú vilt frekar að
andlitið á mér verið á bakinu á dóttirna Steinda heldur en þetta sé bakinu á þér. Já, og ég er bara alveg að sama svar Er það? Það er ógeðslega Nei, sko þetta er málið, þú er svo lítill þú er svona teygður stór sköllóttur haus og nú er fullorðin. Já, þetta er bara svolítið, þú veist, þetta kæmi örugglega bara út eins og stór bara svona bladra, gasbladra á bakinu. Ég hélt í helvunni að þeir myndi freka taka hitt. Þeir myndi alltaf taka hitt. Ég er ekki að hafa andlit á þér á bakinu á mér. Hvað viltu frekar hafa á dóttir minni? Já, mér finnst það svolítið liðrætt. Vistu, þú segir þetta svona, þá... Nei, vistu, því að ég ætla svo fljótur að svara. Ég var að fara að taka tilbaka. Já, þú fer ekkert að setja þetta á... Saklaus stúlka í Kópavogi vaknar á morgun með andliti á þér á bakinu. Það er hræðilegt. Það er eins og hálsaskrið. Rúmlega eins og Ég myndi alltaf setja þetta sjálfur. Já, En svona er þetta náttúrulega út nýbúin að vinna douchebag keppnina. Nei, við erum að gera grein fyrir því að Egill What king of the douche? Nei, heyrðu, þú sko varst host of the douche. Þú varst fljótur að svara núna. Helviti fljótur að svara. Já, svona er þetta bara. Við svöruðum þessu og þetta var Hörru, blö árum við ítur að taka hann. Ég og Steindi, við erum tveir. Við höldum þér inn í stúdíunum þá getur þú tekur hann að fokkin kattamatt. Ég er ekki að afsakið dónarskapin. Þú ert að fara að taka hann að kattamatt og fara að borða. Við ætlum að setja á Snapchat líka. Já, loggaði inn, Stóni. Ok, þú smakkar hann. Skoðum það eftir lagi. Nei, ekki. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við erum búin að vera í miklum gýr hérna síðan 4 í dag, búin að fara við víðan völl. Herðu, það var svo þéttu þáttur okkur dag, við komumst ekki eins og nýja dagskólinn fréttastofuna Já, sem er bæðið fyrir neðan alltaf hellu og símtal með Pétri Jóhanni og við þurfum bara að spila þetta í næstu Við höfum klefa inni með Pétri, við höfum fréttastofu Gil sem er nýr dagskólinn, við höfum hann inni, við náðum ekki að fyrir gegnum þetta. Þú veist líka sko að konseptið við fréttastofun er ég fer yfir frétti vikunar. Já, þannig að hann er ónýndur næst. Já, þú meinar. Það er bara hætti miður. En þetta er alltaf leið, ég vonaði ykkur líða vel. Já, þetta er bóra stemming. Það er ekki að kvarta. Hörðu. Það er sem það mikið að gera. Það er komið að lokum. Það var eitthvað meistari benda mér á Twitter. Ég ætla að vita þetta, ég ætla niður um mig. Hvað? Patrick Schwarzenegger á afmæli í dag. Hverjum er ekki drullu saman? Hann á afmæli í dag, það er bara hann. Til hamingju með það. Ég ætla að senda á hann á Twitter, til hamingju með daginn. Við þökkum kella fyrir hlustunina í dag. Blöð, þú ert blöð. Já. Ég mun nota alla vöðvana mína. Ég kreista þig. Svo kirkisland. Ég sé katta. Já, við verðum að gera það. Bara, þetta ekki. Sko, þið vitið þið geta hvort er ekki. Þið gáttið ekki sett bitan upp í ykkur og ég er mesti gikkurinn af okkur, sko. Já, nei. Þú ert búin að gera þetta í svo mörg ár. Þú varst í 70 mínútur, þú ert búin að æla í skóið. Þess vegna, og ég þú fer, það er sko ekkert mál fyrir þig. Með viðbröðun ykkar, þá get ég ekki getið hennar kattamann. Ég veit það. Kungur og aumingar. Þú tókst hérna eitthvað ógeðstrast, einhver einasta þætti. Ég ætla að koma yfir til. Þú tekið verri skít en þetta. Hvað er ruslafattan hérna þá? Þú ert ekkert að fara að æla. Bara ég sá hvernig þið bröðustið. Ok, þetta er ekki ljúa, þetta er ekki gott. Það er ekki gott að bræði. Ertu klárið í þetta? En það væri grjótart. Við ætlum að kingja og bara, hérna, kingja svo. Ég er aldrei að vera kingja. Bitti, það tækir þetta på snappið, svo fólk getur séð. Ég er ekki, slaka á, ég er ekkert að fara að tróða sögum með maður. 1, 2 og... Tilbúin. Ég ætti þetta. Og tyggja 2-3. Ói, bara maður. Takk fyrir hlustunum. Ói, nú er sandúll á þessu. Það er að lokum í dag. Takk fyrir hlustunum. Við heyrjumst í eftirbræðið. Ógeðslegt. Það er alls harðar á það. Heyrjumst þetta viku. Try to keep you close to me, but life got in between. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Góða skemmtun. Hagkaup er opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla.
Nýjasta mynd Baltasars Kormáks. Everest is the most dangerous place on earth. Komin í bíó. Sýnd land allt. Innréttingar, hreinlændistæki og gólfefni á frábæru opnunartilboði. Hólf og gólf í Bigo Bridge. Með sportpakkanum færðu allt besta íþróttaefni í heimi á einum stað. Ítalski boltinn, UF í sportpakkanum áskrift að sjónvarpsstöðum Manchester United, Liverpool og Chelsea. Tryggðu þér áskrift